Komið sæl og velkomin í söguskoðun. Það komið að þætti 65. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég og með mér Andri Jónsson. Blessaður. Blessaður. Já, þáttur nummer 65 og það er nú líklegast þegar að þessi þáttur fyrir loftið verður nú líklegast komni páskar. Já. Ert þú að fara að gera eitthvað á páskana? Nei, við erum bara í róleitum páskana. En það svo fyndið. Páskarnir náttúrulega eru heilægir í Noregi. Það ótrúlega hvað páskafríð mikilvægt fyrir fólk og þá til þess að fara eitthvað upp á fjall og skíði og eitthvað svona. Það til dæmis það sem ég núna á Setibóin að bærin eiginlega bara hálf dauður. Það enginn í húsanum í kringum okkur því allir eru farnir eitthvað. Í sumarbústaði hér og þar og hitta fjölskyldu og eitthvað svona. Ja. Það var fínt. Það var þú einn eftir í herstöðinni. Já, herstöðinni nú eiginlega tóm. Það allir heima í páskafríi. En það grínast með það að ef einhver ætlar að ráðast á Noreg þá mjög sniðugt að velja eitthvað á þessum fríum þá eiginlega enginn í hernum. Taka þig fellesferien í júlí. Nákvæmlega, eitthvað þannig. Jólafríi eða páskaði líka, það var enginn hérna. Nákvæmlega. Nei, þetta bara svona rólegt og þægilegt, en þú? Nei, ég ætla nú bara að taka þér rólega páskana og ætla mér ekki að fara í nein ferðalög. Nei. En við erum hlaðarpi söguskoðun, við ræðum sögu og sagfræðileg málefni og það ætlum við að gera í dag eins og fyrir daginn og það nú heldur betur ekki að vera endan málefni dagsins. Nei. Og ég vil nú segja, ég nú bara nokkuð spenntur fyrir málefni dagsins, maður nú búin að hugsa mikið það og svona tímabil sem að við höfum nú kannski ekki mikið fjallað hér. Nei. Sem við ætlum að tala í dag. Við höfum ekki gert það. Og ennfremur, við náttúrulega erum svo sleipir í frönskunni, þannig það líka sérstaklega gaman að vera núna með franska sagfræði þar ég þurfti að fletta upp og ég fann vídeo á YouTube hvernig ég ætti að bera fram málefni dagsins. Já, við ætlum að tala málefni sem heitir á frummálinu Ancien Régime. Já. Eða hvernig lærið þú að segja það? Jó, Ancien Régime. Já, einmitt og það var nú einmitt eins og þegar við tölum heila Rómverska ríki þá var það nú einmitt góðu hlustandi sem að bent okkur á þetta málefni og við ætlum að tala Frakkland fyrir frönsku byltinguna basically og við ætlum ekki að tala frönsku byltinguna. Nei. Alveg svo þegar við tölum Nicholas Annan og á þess að tala rússnesku byltinguna svona reyna að forðast það málefni en þetta auðvitað mjög mikilvægt málefni og alveg ótrúlega áhugaverður tími og kerfi sem að þarna var í gangi sem að og menningarsaga og stjórnmála saga sem að hafði gríðarlega mikil áhrif út fyrir landsteinana í Frakklandi á 18. öld og 17. öld sérstaklega og svo að sjálfsögðu franska byltingin náttúrulega sem kemur upp úr þessu öllu saman atburður sem að hafði geigvænlega áhrif á sögu Evrópu og heimsins alls. Þannig að en ef við förum aftur að hugtakinu, veistu hvað þetta kallað á íslensku? Ancien Régime, gamla stjórnin. Ancien þýðir náttúrulega bara gamalt, Já, en þetta var þýtt líka á ensku sem old regime, en þeir segja að það sé ekki rétt þýðing. Það sem fræðmenn voru að tala það að þetta væri fyrri stjórnin frekar. Já, þannig, já. Já. Fyrri, já. Já, eða þú veist, stjórnin sem var á undan. Já. Það ekki það, þú veist, gamla stjórnin getur líka þýtt það, en þá samt ekki í árstuna að þetta sé gamalt, heldur það sem var á undan. Já, einmitt, það sem var á undan, já. Eða fyrrum. Fyrrum stjórnin, fyrri stjórnin. Fyrri stjórnin.
Það voru búin að koma því á framfæri. Einmitt. Nei, þetta voru dramatíski tímar hann í Frakklandi og auðvitað svo hlustendur sjálfsagt vita þá endaði þessi stjórn með því að síðasti konungur Frakka fyrir byltingu misti höfuðið. Það fengu nokkrir hausar að fjúka, eins og maður segir. Já. En já, hvað finnst þér þetta, Ólafur? Hvernig, hvað strækar þér svona helst þegar þú hugsar þetta tímabil og þetta stjórnkerfi? Fyrsta sem ég hugsa er konungurinn og konungsvaldið. Já, algjörlega, þetta er náttúrulega hápunktur einveldisins. Já. Og þarna, þetta var til sko, já, þú veist þetta einveldiskerfi sem að mjög mörg lönd í Evrópu kóperuðu eftir Frökkum, það á upphaf sitt í Frakklandi á 17. öld. Og til dæmis ef við setjum svona sögusvið, náttúrulega Lúðvík 14. Sólkonungurinn var einmitt svona toppurinn á þessum svona einveldis kongum og var mikið svona fyrirmynd annar þá einveldis konunga. En það sem er líka áhört að því að það er líka þetta með orð, einveldi, ég sá alltaf fyrir mér, sérstaklega þegar ég var yngri, þá hélt ég þess að konungar hefðu sko stýrt alveg sjálfir og einir. En það er líka mikilvægt að þeir voru ekki einvaldar í þeim skilningi, því það sem að sýnir sig að konungsvaldi var mjög takmarkað ýmsu leyti, og til dæmis í Frakklandi, og Frakkland á þessum tíma var ýmsu leyti þróaðasta ríki Evrópu og eitt ríkasta ríki Evrópu líka og sterkasta ríki í raun og veru. En það var allavega vísir að lýðræði í sko héruðum og svona minni einingum til sveita og allavega réttindi sem menn höfðu líka í borgum og bæjum og svona sem var sko átti rætur sinni rekja til miðalda. Þannig að sko, konungurinn var einvaldur og á toppnum og allt það, en í raun þá var það ekki þannig að konungurinn gæti gert bara það sem hann vildi, því hann var bundinn af allavega venjum og siðum sem áttu að rætur rekja til miðalda. Það er mjög áhugavert þegar það byrjar að sökkva sér þessi heimildir og kynna sér það, þannig að maður getur alls ekki borið hann sama til dæmis við einræðisherra í dag. Nei. Algjörlega, þetta er þetta svolítið svona kenning eða svona, já, kenning versus raunveruleikin sko. Þú veist, í kenningunni í einveldinu og þá er konungurinn einhvern veginn, já, hann þiggur vald sitt frá Guði beint og hann hefur algjört vald og svo framvegis en síðan þegar á hólminni komið þá kannski er þann að framkvæma þetta vald og auðvitað í þessu systemi þá náttúrulega höfðu þú veist, ráðgjafarnir mikil áhrif á konunginn og náttúrulega algjörlega háð persónuleika konungsins hversu vel ríkinu er stjórnað samanber náttúrulega þess að við myndum mörgulega koma að þessir ólíku konungar í Frakklandi og eins og þú segir með hefðir og system skilur þetta voru mikið af flóknum kerfum og mikið af hagsmunum. Já. En það sem að er aðal hugmyndin í þessu einveldis dæmi og grundvallar atriði sem er breyting frá hlutunum eins og þú voru áður og kannski svo eru síðan seinna náttúrulega er að valdið færist frá aðlinum eða aristokratíunni og til konungsins og það er það sem er átt við með einveldi náttúrulega konungurinn sé einn að ráða en ekki að hann sé að ráða í einhvers konar ólegarki með aðli eða jafnvel mikilli dreifstýringu eins og var á miðöldum. Algjörlega og eins til dæmis með þessa stjórn þá, þetta stjórnarfyrirkomulag að Lúðvík 14. hafði nefnilega svona brotið á bak aftur aðalinn í Frakklandi. Þannig að arftakar hans og þá til dæmis þá sérstaklega Lúðvík 16. sem við ætlum að tala um núna voru þá í umhverfi það sem aðallinn var ekki valda mikil þannig séð. Þannig að er svolítið merkilegt sko við ætlum ekki að tala mikið Lúðvík 14.
En það bara ekki hægt að tala þetta málefni á þess að taka hann svolítið fyrir. Hann allir rosalega fyrirfyrir mikill maður. Það og það er eiginlega ótrúlega við höfum ekki talað hann áður. Einmitt. Og Lúðvík 14. var sko hann sá mónark eða konungur sem hefur setið lengst á valdastóli í sögu Evrópu. Það einn held ég sem hefur setið lengur, það var einhver sem var yfir þá kongurinn í Svasíland sem Evrópumenn hafa örugglega valið að hafa ekki með á þessum listum af því að hann var ríkti ekki yfir sjálfstæðu ríki. En í öðru sæti Elísabet drottning, hún náði næstu því, hann vantaði 2 ár upp í Lúðvík 14. Já. Lúðvík 14. ríkti frá, hvað var það, 1640 eitthvað til 1715. Hann ríkti í ykkur 75 ára eða eitthvað. Hugsa sér. Og Frakkland, svo við höfum nú talað sögu Frakklands auðvitað áður og komið aðeins að því hvernig lénskerfið á sér rætu sína, þarna skilur við þessi miðaldasaga í Frakklandi og það mjög athyglisvert að sjá hvernig ríkisvaldið eflist í Frakklandi á 17. öld og þegar þessi ætt Bourbona kemur fram þarna upp úr 16. öld. Þeir eru svona grein af Capet ættinni eða Capet sem þarna þessi langa konungsætt í Frakklandi á miðöldum og komast á valdastól einmitt á 16. öld og við þekkjum rætt hérna þessum hann Richelieu kardinálan sem var ráðherra Frakka í 30 ára stríðinu og hafði mikil áhrif á þessa þróun að einhvern veginn svona binda vald, að hemja vald aðalsmanna og efla miðstýringu. Þannig að þetta kerfi var svona byrjað að komast í gang fyrir Lúðvík 14. En síðan kemur hann á sjónasviði og hann svona algjörlega festir þetta í sessi og hann býr til þetta kerfi sem að við tengjum við gömlu stjórnina eða hvað það eru, fyrrum stjórnina í Frakklandi, ancien regime. Þessir dýrlegu konungar í Versölum og þessi punt aðall og það er alveg ótrúlegt hvernig honum tókst að sko bara gjörsamlega temja aðalinn. Þú veist, frá því að vera valda mikill hernaðar aðall miðalda, þú veist, þessi stóru hertogar og greifar skiluru, hann einhvern veginn náði að temja þá meiri segja sko með að fá þá til þess að flytja inn í höllina til sín og breyta þeim í eitthvað svona bara einhverjar puntdúkkur. Það er alveg ótrúlegt. Já. Nei, og til dæmis þetta, sem puntdúkkur að á til dæmis tímum þarna Lúðvík 16. þá var þetta gengið það langt að þú varst að geta dansað og þú varst að vera góðu dansari ef þú ætlar að vera við hirðina. Og til dæmis ef þú varst fatlaður og gast ekki dansað þá þýddi það að þú gast að bara glimt því að ætlaðir eitthvað frama innan stjórnskipunar í Frakklandi og við hirðina. Þá þurftur að fara eitthvað aðrlega, þá gæst ekki heldur fyrir herinn og þá fyrir aðalsmann þá var bara kirkjan sem var eftir, þú gæst að vera prestur. En þú veist, það er alveg, sko, þetta sýnir hvað er ótrúlega því þegar ég sé bíómyndir af þessi tímabil og Versölum og svona, þá er alltaf hugsað með mér, þá er alltaf hugsað fyrst og fremst svona, hvað er eitthvað dekatent og skrítið og einhvern veginn svona framandi, en þegar maður byrjar að skoða þetta betur og sökva sig aðeins í þetta, þá var þetta eins og þú segir, þetta var mjög sniðug leið að binda aðalinn í kringum sig og einmitt að breyta þessum stríðisaðli sem var sjálfstæður og miðaldasaga Frakklands er uppfull af endalausum deilum milli konungs og stórhertu og fursta og hitt og þetta og stríð og átök. Í það að náðu einmitt að binda það alveg þétt upp við sig og þá náttúrulega þeir ekki að hrindast af uppreisnum út í héruðum eða einhvern veginn grafu undan konungsveldinu, heldur orðin einhver svona dansaðall í Versölum. Dansaðall sko, og hugsa sér sko að við þurfum kannski ekki að fara í það hvernig, þú veist, við getum tekið sérstakann þátt um þetta svo sem, en
að því mér finnst það að vera mjög góð spurning, hvernig tókst Lúðvík 14. að temja aðalinn svona, sem kannski bara stór spurning sem við getum geymt fyrir seinna tækifæri, en honum allavega tókst að gera þetta og þeir náttúrulega höfðu aðsetur í París á miðöldum konungarnir, og hann fær þá hugmynd að byggja nýja höll, eða höllin var nú til fyrir Versala-höllin. Þetta var svona veiði skáli ykkur eða svona skáli innan geðsalapa sem að konungarnir áttu þarna, og byggir þessa glæsilegu höll og allur þessi arkitektur í kring, þetta allt svona hannað til þess að sína vald og sína dóminans. Og hefurðu komið þangað? Komið til Versala? Nei, ég hef ekkert farið þetta svæði. Nei, veit. Ég hef verið smá í Suðurfraklandi, mér voru mikið að fara til Versala og París og allt þetta. Við þurfum að fara í field trip. Já, maður gera það. Takk upp þátt að sögurskoðun í Speglasalnum. Það væri flott maður. En allavega og hann þvingaði þá til að koma að búa hjá sér hann í höllinu, og ég held að það hafi verið talað að það hafi verið 10.000 manns þarna þetta er náttúrulega ekki í höllinni, í þessu kompleksi sko, og færði alla stjórnsýsluna þarna, og það úðast með alla embættismennina voru þarna, og menn voru með íbúðir þarna, og allt lífið snerist konungin. Ég held með þess að séu komnir ég sá einhverja trailera fyrir einhverja þætti, hvort það var nú Netflix eða eitthvað staðar, Lúðvík 14. og hvernig hann byggir höllina og temur aðalinn. Já. En og og býr til þetta kerfið það sem einhvern veginn, allt lífið snýst einhvern veginn seremóníur í kringum konungin. Klæða konungin, vekja konungin, konungurinn að borða, konungurinn fer að sofa. Það talaði kannski helmingurinn að degi konungsins hafi farið í bara eitthvað svona seremóníur. Og þessir aðalsmenn sem að bjuggu í Versölum, þetta var ríkasta og valdamesta, krem dula krem sko, í Frakklandi, sem bara bæði hafði efni á að vera þarna og gat verið þarna. Að þetta fólk farið að setja sig á biðlista fyrir að komast í hinar og þessar seremóníur, eins og að vera viðstaddur þegar að vera að vekja konungin. Hugsa sér. Og hver fær að rétta konunginum nærfötin þegar að vera að klæða konungin, og því herri sem þú ert í hierarkínu, skilurðu, því auðveldari aðgang hefur þú að svona flottum verkefnum eins og að rétta konungnum þau föt sem eru næst líkamanns og svo framvegis. En þetta hefði ekkert verið hægt nema vegna þess að Lúðvík 14. náttúrulega var svona ótrúlega stórfenglegur persónuleiki, skilur, hann hafði svona mikið persónulegt vald yfir fólki, og hann var ótrúlega, aðalagandi og heitlandi, og hafði svona áru í kringu sig sem mikill stjórnandi og leiðtogi alltaf, þannig að hann gat gert þetta og verið þessi einvaldskonungur. Og svo náttúrulega kemur vandamálið þegar á að fara að feta í fótspor svona stórmenna. En það líka þannig í mannkynssögunni að það algjört einstæmi að arftaki sé jafn hæfileikaríkur og faðirinn eða hæfileikaríkari. Og þetta eina dæmi sem þetta í huga jú Filippus annar Makedóni og Alexander Mikli. Það held ég svona eina dúoið það sem að faðir og sonur voru jafn hæfileikaríkir. Já. Annars gerist það eða ekki. Það er alltaf erfitt að vera sonur einhver sem hefur viðurnefnið Mikli, svo við komum nú að þegar við ræddum var ekki Pétur Mikli eða Ívan Mikli. Já. Það er erfitt. Og það eins og þú segir núna, að feta í fótspor sko Lúðvík 14. Sólkonungsins. Það er ómögulegt. Og svo náttúrulega þetta, og allar þessar hugmyndir, og það er líka það sem einkennir svona þennan tíma Lúðvíks 14. og það náttúrulega Frakkland verður svona óumdeilanlega einhvern veginn fyrirmynd í Evrópu, skilur, ekki bara þegar kemur að stjórnsýslu og þannig heldur líka bara menningu, og alltaf franska verður á þessum tíma að alþjóðlegu tungumáli í utanríkisþjónustu tekur við að latínunni og var nú það til dæmis í Rússlandi alveg bara fram á 20. öld. Já. Og náttúrulega tíska,
tískan í París á þessum tíma sem að þú veist það verður alveg allir fara að fylgja því og nú talaðum til mér að þú veist þessar hárkollur voru auðvitað byrjaðar að koma fram að sjónasviðið en Lúðvík 14 einhvern veginn gerir það rosalega svona inn sko því að hann misti hárið snemma sko og þá fekk hann þessa íkonísku hárkollu sína svona þetta síða svarta hár sem kom síðan í tísku þarna og út allt allir fóru að klæða sig svo kóngurinn. Já, nákvæmlega. Og hann náttúrulega ríkti svo lengi líka að þeir náttúrulega dóu bæði sonur hans og sonarsonur þannig að það sem tók við á hann árið 1715 Lúðvík 15 var langafa barnið hans. Hugsa sér. Já, hugsa sér. En hann var ekki vinsæll og ekki karismatiskur, hann Lúðvík 15. Nei. Og meðal annars sko, já, þegar hann lést þá var nú eiginlega enginn sem syrðan. Já, mér var aðalega ánægð með það. Hann var víst mikill hórkallinn. Það var náttúrulega mikill siður að konungarnir og aðalsmenn voru með hjákonur. Jú, en það var svona eitt af með hjákonu og annað að hvernig var þetta orðað að hann, já keypti dætur borgarna. Hann var víst alveg nafntogaður sko. Já. En ekki það er alveg rétt, það þótti eðlilegt allan vera með eina hjákonu. Það var mjög eðlilegt og þú varst ekki maður með mönnunu og varst með hjákonu. En hann víst var alveg nafntogaður sko, og gekk mikið í öfgar og það var slæmt og við vitum nú hvernig frakkarnir eru og það er nú ástæða fyrir það stereotýpa að frakkarnir séu svona lausir í ástum því það er nú þannig enn þann dag í dag að það er ekki með maður með mönnum nema að segja ykkur í hjákonu en það fyndi þegar hann Bill Clinton það var ennþá þannig í dag já, þegar Bill Clinton til þess var í öllu sem vandamálu sínum með Monica Lewinsky í Bandaríkjunum það var óskiljanlegt að það var einhver skandali því það er nú bara eðlilegt í Frakklandi ég held að allir sem forsetar síðastlegin ára eru búin að vera með eitthvað viðhald og eitthvað svona já, ok og svo var það líka, statistikki sýnir það líka en allavegna, og það því meðalans haldið að honum Lúðvík 16 þeir voru að reyna að hvetja hann til þess að taka upp hjákonu já en hann neitaði því og vildi það ekki sem var mjög sérstakt hann var trúr henni Marie Antoinette einmitt Lúðvík 16, ætlum við að reyna að fókusera hans á hann í þessari yfirferð já, ég sá fyrir mig að hann geti kannski verið svolítið svona rauði þráður ég las nú ævisögu hans bók hann þá sem, hvað maður segja, ber nú þann förmlega titil The Life of Louis XVI einmitt og ágætis bók ágætis svona yfirferð og þannig séð yfir hans líf já en ég verða að hún var alveg hryllilega leiðileg alveg hryllilega leiðileg einmitt Lúðvík 16 var síðasti konungurinn, það var hann sem að fór í fallöxina tók við árið 1774 20 ára gamall og var þá í fyrsta sinn í talsverðan tíma sem að konungar höfðu tekið við eftir að þau voru orðnir fullorðnir bæði 15. og 14. höfðu við tekið við sem krakkar og það er alveg merkilegt að allt þetta tímabil bara einhver 150 ára eða eitthvað eru 3 kongar á valdastóli já, það er ótrúlegt alveg og allir heitaði Lúðvík en síðan samt líka svo sérstætt við töluðu við ekki það já, ég man ekki hvernig við varum að tala við varum allavega að tala menntun á þessum krónprinsum einmitt og það sem er svo merkilegt að þegar maður byrja að kynna sér það hvað það vantaði mikið upp á menntun hjá mörgum en Lúðvík 16 var nefnilega alveg merkilega vel undirbúin þannig séð sko fyrir að taka við en að því það verðist verið þannig að krónprinsinn náttúrulega í fyrsta lagi þá er oft ríkjandi konungur hræddur við að krónprinsinn muni storkonum og mögulega reyndast að einhverju uppreist og enn fremur þá verðist það vera einhvern veginn eins og krónprinsinn minni konungin á eigin minni konungin á það einhvern tíma mun hann deyja já og þess vegna er það ég teki eftir þessu þetta dúkkar oft upp þegar ég er að lesa með einhver svona konungsfjölskyldur hvað
það verðist vera styrt oft á milli konungs og krónprins og til dæmis í Bretlandi þeim með sér orði við þetta, segja hann búin að gleyma hvað sem þá deilurnar einmitt á milli konungs og krónprins. En allavega hann að Lúðvík 16. var nú merkilega vel undirbúinn. Hann var búin að setja eitthvað aðeins í svona ríkisráðinu og hafði lært hitt á þetta handlums, talaði allan 4 tungumál, hann talaði jú frönsku, hvort hann talaði ekki spænsku, ítölsku og latínu. Hann talaði ensku líka. Og svo var það nefnilega það sem var sérstakt að hann lærði ensku. Það kunni engin ensku á þessum tíma því það var mjög ómerkilegt tungumál. Þannig að hann lærði ensku sko sjálfur. Það þótti sjálfsagt að kunna öll hin tungumálin. Og það var vegna þess að hann hafði sem engin áhuga á Englandi sem líka kaldhæðnislegt því Frakkland var í stöðu átökum við England á þessu tímabili. Já. Og hann las þá til dæmis las hann ekki John Locke og las mikið af svona, enskum fræðum. Já, það oft talað David Hume, History of England. Já. Hann var mikill sagfræði áhuga maður líka. Já. Og hann hélt mikið upp á þessa bók, History of England, og það auðvitað mjög kaldhæðnislegt því að í þeirri bóku náttúrulega farið yfir sögu átakana í Englandi á 17. öld. Þegar að voru mikil átök þar, mjög áhugaverð saga sem við þurfum að taka fyrir líka eitthvað tímann. Það sem að við erum með Oliver Cromwell og allar þessar stimpingar á milli konungsvaldsins og aðalsins sem að hafði það í för með sér að Karl I Englands konungur var hálshöggvinn. Já. Og sagan segir nú að hann hafi bæði hann og Marie Antoinette pöntuðu þessa bók til sín í fangelsi þegar það var búið að handtaka þau síðan meir. Og ennfremur var hann líka með málverk af Karli I. Ok. Í höllinni hjá sér, þannig að hann var mjög upptekinn af örlögum hans og hræddur að lendi í því sama. Þetta mjög áhugavert þetta með þróunina á Englandi sem náttúrulega svona ólík þróuninni í Frakklandi. Það sem þú fær svona þessi 2 mismundi kerfi í samskiptum aðals og krúnu og síðan konungurinn í Frakklandi mikill áhugamaður þetta og það einmitt sá konungur sem á eftir að falla fyrir fallöksinni. Reyndar að vera kannski ekki aðalsmenn sem að standa á bakvið og gepi spottan í því tilfelli en hann náttúrulega líka merkilegur að því liti að þegar hann kemur fram að sjónasviði Lúðvík 16. og tekur við, þá hann alltaf fæddur inn í einveldi skilur hann að hann, þú veist þegar einveldið alveg komið á koppinn, en hann þekki líka vel til allar þessar nýju hugmynda upplýsingarinnar sem að menn að tala á kaffihúsunum í París og allt þetta og þessar hugmyndir þú veist frjálslindi og þessar hugmyndir sem á kreiki þarna sem áttu sín eftir að keyra byltinguna. Og þess vegna það einmitt svolítið svona Lúðvík 16. hefur verið þarna, það hefur verið farið mjög illa með hann í sögunni ef maður orðar það sem svo. Já. Og oft verið og var rangdæmdur að ýmsu leyti, líka meðal sagfræðinga eins og til dæmis að það var gömul söguskoðun að hann hefði til dæmis einmitt ekki verið inn tengslum við þessar nútíma hugmyndir og samtíma sinn heldur hafi einmitt bara verið fastur í ykkur svona gömlu einveldiskjaftdæmi en það sýnir sig þegar maður byrjar að skoða hann betur, hann náttúrulega verið alltaf endurskoðað núna síðustu 20-30 ár kannski og þá til dæmis kemur að ljós einmitt þetta að hann þekkti til Voltaire og hann þekkti vel Rousseau og allt þetta og ennfremur að hann var líka mjög upptekinn af tækni og vísindum og Frakkland á hans tíma var alveg sérstaklega upptekið af tækni og vísindum. Það fyrstu loftbelgirnir voru að fljúga þarna við Versailles á þessu tímabili og hann til dæmis, Lúðvík 16. hafði brennandi áhuga á kortagerð. Já. Og þá starffræði útreikningum og allt slíkt og til dæmis var að fylgjast mikið með landakönnuðum og siglingum til Kyrrahafs og svona útjæðra heimsins á þessum tíma.
Já, mitt, já, Kaftin Cook, var það ekki líka bækurnar hans, hann var alltaf að lesa þær? Jú, til dæmis, þannig að hann var sko vel að sér í öllu svona og enn fremur lífins var það áhuga mál hans að smíða lása. Já, já. Hann var lásasmiður. Þannig að sko hann var svolítið svona blanda tveggja heima. Hann átti vist eitthvað, það var eitthvað rosa salur eða herbyggi hérna í Versölum sem var fullt af einhverjum lásum. Já, og hann líka ennfremur sko, hann tónaði líka hans niður allan þennan skrúða í kringum konungsfjölskylduna, eða þetta konungsdæmið. Já. Eins og til dæmis þetta er að tala um að hver þetta rétt honum skyrtuna sína á hann fær að sofa eða fötin þegar hann fær að myndi vakna á mótnan og svona. En ekki það, þetta var þetta ákveð spennitreyja sem hann þurfti að fara í, en hann reyndi allan að tóna ákveðina hluti niður. Og ennfremur sko var hann líka sérstaklega dæmdur af þetta byltingamönnum. Einmitt. Vegna þess að það liggur náttúrulega bara í hugtækinu, þetta ancien regime, eða fyrri stjórnin eða gamla stjórnin, hvað hann kalla það, að það er verið að bera sko sinn samtíma við þetta. Þannig auðvitað sko nýja stjórnin þá, byltingin, reyndi náttúrulega svartmál á gömlu stjórnin svo gátu og meðal annars konungin og þeir byrti þá meðal annars dagbækur hans. Já. Þess að dagbækur eru alveg hryllilega leiðileg lesning, alveg sko afleitt lesning og en málið er að það er samt bara hluti af karakterinu. Þú voru að lesa dagbækurna sem hvað það er og það er í raun og veru sko bara, hvað maður kalla þetta, yfirlit yfir veiðar hans. Það sem hann skrifa nákvæmlega hvað hann gerir. Þetta er svona fræðileg dagbók. Hann hafði mikinn áhuga á veiðum. Já, mikill veiðmaður og þá skrifa hann nákvæmlega, skaut 87 fugla. Einmitt. Og eins þú veist þegar allir með hann eignast börn og svona, þá skrifar hann bara, já, dóttir mín fættist í dag. Eða þegar hann misti móðu sína og eitthvað svona. Þú veist, þetta er allt svo kalt. Þetta er bara staðrendir. Já, faðir minn dó í dag. Og hann hefur verið mikið dæmdur út frá því og þess vegna hefur verið sko mikið verið að endurskoða hans líf síðustu áratugi með því líka að sko að bréfum eftir hann hafi líka verið að koma fram og já, menn hafa verið að endurskoða og þá sjá menn að hann var í rauninu mikið flóknari persónuleiki en svo. Sko mjög svolítið áhugavert ameríska byltingin. Sko það eru tvö mikilvæg stríð sem hefur sér stað á þessu tímabili sér stað á 18. öldinni sem höfðu mikil áhrif á frönsku byltinguna. Það var 7 ára stríð gegn Bretum í Ameríku. Það var 1756 til 1763 það sem að Frakkar mistu nýlendur sínar í Ameríku og Indlandi. Já. Og síðan erum við með þáttöku Frakka í ameríska frelsistríðinu 1776 eða hvernig var það, 1700? Já, svona fyrsta skotið 1775 og svo lýsa er í sjálfstæði 76 og svo vindur stríð svona upp á því til 1783, er það ekki þá endanlega? Jú, 1783, já, með friðarsamningum í París. Já. Það sem Bandaríkjum verða til, já. Ég veist það ekki, maður þarf að lesa þess aðeins betur upp þessa amerísku sögu. Við þurfum líka að taka upp einmitt frelsisstríðið eitthvað tíma fyrir. Algjörlega. En allavega, þar náttúrulega erum við að sjá stórveldapólitík á milli Frakklands og Bretlands. Og Frakkar auðvitað taka þátt í þessu stríði þarna í Ameríku með Bandaríkjamönnum náttúrulega fyrst og fremst þess að klekkja á Bretum. En það verður líka svona vinskapur með þessum byltingamönnum í Bandaríkjunum eða í Ameríku og svona einhvern veginn að vissuleiti verður til ákveðin svona mynd af honum sem eitthvað svona vinur frjálslindis og vinur þessara nýju hugmynda að minnstakosti í áróðri bæði amerískum og frönskum og veist, ég hef alveg heyrt talað um að hann var alveg svona hvort sem það var af pragmatískum ástæðum eða ekki þú veist, þá var hann setti sig ekki svona beint upp á móti frjálslindis hugmyndum. Nei. En það er til sko franskur áróður frá þessum tíma þar sem að
hann sýndur sem svona maður sem frelsar ánauðabændur til dæmis af því það voru síðustu ánauðabændinu voru að hverfa úr frönsku samfélagi á 18. öldinni maður upplýsingarinnar sko þú veist og hann að frelsa fólk í Ameríku frá þú veist bresku týranní maður frjálslindis og frelsis skilur þú það var náttúrulega sjálfsögðu verið áróður skilur en líka það til mér að það var náttúrulega rosalega sterk ritskoðun þarna á öllu útgefni efni og svona en það var ákveðin svona liberal litteratúr sem að komst í gegnum ritskoðunar augað nálaraugað meðal annars vegna þessara tengsla við þessa ímynd sem svona þessi frjálslindi ég hef nú ekkert skoðað þetta svo nákvæmlega þekkjur þetta betur? Já, ég búin að lesa hans þetta því þetta svo mikilvæg hluti af þessum svona sætgæstinu eða svona tímaandanum tíðarandin í Frakklandi var mjög sérstakur því þú varst með allt þetta sko þú varst með þess að öfgar í vershölum og aðalinn og allt þetta og það var svolítið svona vaxandi andstaða við þetta og þá litu Frakkar mjög vestur til Bandaríkjanna og voru búin að búa sér til svona rómantíska mynd af Bandaríkjunum að Bandaríkjun væru sko þetta glæsilega samfélag þar sem að menn myndu lifa í sátt og samlyndi við náttúruna það sem að sko þessar náttúru hugmyndir sem eins og Rousseau var búin að tala og líka sem Voltaire var hans búin að halda upp á lofti en til þess að Rousseau eina af hans mikilvægastu hugmyndum var jú þetta að manneskjan fædd góð en samfélagi spillir henni og Rousseau til þess hefur alveg gífurlega áhrif á hugmyndasögur og til þess við í dag erum að miklu leyti afsprengi hugmynda hans en allavega þannig til þess þegar Benjamin Franklin hélt til Frakklands þá gerði hann til dæmis í því að hann var með sko svona hann var með hatt úr sem sagt einhverju dýraskinni hvort það var ekki bara þvottabjörn eða eitthvað þvottabjörnahatt, já sem mér var alltaf finnst svolega heimskulegur hattur og aldrei skilið af hverju hann var með þetta höfuðfatt því þetta er svo framandi í dag ef ykkur skoða myndir af Benjamin Franklin þá getur skoðuðu höfuðfatti þetta er mjög sérstakt en þá gerði hann þetta með vilja því þetta þá bjóða sér til þessa ímynd sko að þarna hann þessi sko náttúrunandi hann bara að koma af sveitabænum sínum úr óbyðinni liggur við í Bandaríkjunum og aðeins að líta við hérna eitthvað í borgsamfélagi í Frakklandi þetta var megninu til kjaftaði af áróður bara en hann spilaði rosalega mikið á þessar hugmyndir og Frakkar alveg sko átu upp allt svona af þessar rómantísku hugmyndir Bandaríkin og þetta átti að hafa mikil áhrif á auðvitað síðan byltinguna í Frakklandi og það líka mjög sérstakt að Lúðvík 16. hafa ákveðið að fara inn í bandaríska frelsisstríðið því hann var í raun og veru að míga í skóna með því algjörlega því það alveg augljóst að þegar þú ert farin að halda á lofti svona hugmyndum þá ert að grafa undan samstarfsbróðinum í Englandi sem var jú konungur líka og hafið ákveðina hagsmuna geta en það var þetta mjög flókið mál og Lúðvík 16. var mjög óviss því það sem líka áhugavert sko að Lúðvík náttúrulega var tiltölulega vel menntaður og vel í stakk búinn sérstaklega þá með ef maður hugsa sko áhuga hans á landafræði, landakortum, siglingum og slíku þá var hann mjög vel í stakk búinn að taka með pólitískar ákvarðanir og hann var mjög óviss hvort hann ætti að draga Frakka inn í þetta eða ekki en þá sjáum við líka hluta vandamálunum við einveldið sem var ekki það að konungurinn endilega sko stýrir sjálfur heldur það sem Lúðvík sagði sjálfur og sem var ef ég mann rétt ráð sem hann fekk frá þá afa sínum Lúðvíki 15. að konungurinn stýrir eftir ráðum annara konungurinn þarf alltaf að fá ráð og fá ráðleggingar og tekur ákvarðanir út frá þeim ráðleggingum og svo náttúrulega spurning hvaða ráðleggingar fær maður á hverjum tíma og meðal annars þá fekk hann einmitt ráðleggingar frá þá mönnum sem voru æstir í að reyna að koma höggi á Breta og voru svona eftir á að hekja full skammsýnir og ákvað þá að færa í stríðið enn fremur var hún talað trú það að þetta væri bara 1 ár þetta væri bara svona 1 campaign
já. og það sýndi sig að það náttúrulega var það ekki. Nei. En það líka einmitt þetta klassíska með stríðs, við manum ekki hver sagði það fyrst, allar svona fleig orð eftir einhvern af frægari mönnum sögunar að þú ræður hvenær stríðið byrjar en þú ræður ekki hvenær það endar. Og hann fekk einmitt og Frakkar fengum þetta að kenna á því í bandaríska frelsisstríðinu. Já. Og svo náttúrulega hefði þetta við gríðarlega áhrif á fjárhægin. Já. En við áðurnum koma að því þá að því þú segir þetta hann hafi verið svona tilbúin eða svona hálf tilbúin og vel undirbúin fyrir konungdómin, vel menntaður og svo framvegis sko. Það líka stundum sagt mann sem að minnir á það sem að við töluðum þegar við töluðum Nicholas annan kollega hans sem að lendi líka í því að vera tekin á lífi af byltingamönnum að hann honum hefði fundist hann vera ekki stakkbúinn þegar að faðir hans dó eða þegar af hans dó og hann var ungur, hann var bara 20 ára gamall og hann hafi helst yfir hann skilur þetta ein mesta ógæfa sem ég hef upplifað það að fá alla þessa ábyrgð svona ungur og ég ekki tilbúin fyrir þetta svipaði svo við töluðum Nicholas manstu. Já. Og mér finnst líka svolítið athyglisvert með hann því að þú ert að nefna þú veist hvers konar persónleiki hann var skilur hann hefur greinilega verið örugglega flinkur með höndunum og þú veist eins og ef hann hefur upp í dag þá þetta bara örugglega verið eitthvað verkfræðingur eða eitthvað skiluru Já, nákvæmlega svona vakna á mótnana og drekka kaffi sitt og fara í vinnuna og einmitt hann sem skrifaði þarna ævisögu hans, hann hélt einhvern fram að hann hefði ekki fæðst sem sko konungur þá á sínu tíma þá hafði hann kannski endað í þú veist frönsku vísindakademíunni eða eitthvað slíkt verið eitthvað fræðimaður og líka það þú veist að andstæða við þá eins og af hans Lúðvík 15 sem eitthvað svona rosalegu svona manly man sko með eitthvað hjákonur allt og eitthvað og svo Lúðvík 14 sem náttúrulega bara eitthvað svona stórmenni bara Já. Sem dóminerar allt umhverfið sitt sko að Lúðvík 16 var þú veist hann var svona frekar óframfærin og feiminn og kannski svolítið inn í sér og fannst náttúrulega skemmtilegast bara að fara á veiðar og spá í lesa bækur og leika sem við lása Já, og ræða siglingar Já, leika sem við lása En síðan kemur að þessu nefnilega því sem að þetta tengt þessum persónleika að hann náttúrulega giftist ungum maður eins og flesti gerðu þessum tíma og það var Marie Antoinette sem að hann giftist sem að var austurísk prinsessa austurísk dóttir heila rómanska keisarans Já hún var rómversk prinsessa Rómversk prinsessa, já prinsessa Rómverja og hún var sko 14 ára hann var 15 ára þegar þau giftust það ekki Já, ég mann það ekki Já, þau voru svo allavega eitthvað á þeim aldri sko og það og sá karakter líka mjög merkilegur karakter Marie Antoinette og ótrúlega fræg kona og eins og með Lúðvík þá er líka held ég hennar minning rosalega lituð af áróðri frönsku byltingarinnar og því hvernig hún var lituð upp Já og það var náttúrulega mikið tala það þegar hún kom inn í frönsku hirðina og þetta voru selebar og náttúrulega hvernig líka þú veist allt þetta samfélag á Versölum skilur allir voru að hvísla og baktala og þú veist orrumanni gengu og svona að það var náttúrulega sjálfsögðu frægt það að þeim tókst seint að fullnusta hjónaband sitt Já sko ég held að þau hafi verið búin að vera saman í 8 ár þegar hún varð fyrst ólétt sko og það ég var nú skemmtileg myndi ég horfði nú á myndina Marie Antoinette eftir með hún að leikstjóranum Sofia Coppola Já hefurðu séð hana? Nei, ég ekki séð það mynd en ég veit hvað myndur að tala já þeir alveg stórskemmt sér við að í búninga og propstildinni við gerð þessara myndar og lífið á Versölum og svona mjög skemmtileg mynd Já en sko já þannig að þú veist og það að hún hafi orðið svona seint ólétt sko
það byrjaði þetta sem einhver svona running joke skiluru og orðrómar og kvísl en vatt fljótt upp þessu og varð að hálfgerðum svona alþjóðlegum skandal sko vegna þess að þetta hjónaband var búið til sem svona frekar unholy alliance á milli Frakklands og Austurríkis. Já, og það líka þetta eins og við tala persónleikan sko að það var heldur ekkert bara þessi brúðkaupsnótt því það náttúrulega var einmitt hluti af venjunni að það var fyrir opnum dyrun líku við, brúðhjónunum var fyllt í hjónasengina og síðan var sett upp það tjald og svona en síðan var fullt af fólki inn í hjónaherbygginu og meðan að hann átti þá að fullnusta hjónabandið og fyrir mann eins og hann þá gerði hann það ekki þannig að það tók mörg ár en meira segja þetta sem ánum að vera eitthvað kannski svona heldur persónulegt og prívat að þá var það náttúrulega hluti af einvalds konungsdæminu og meðal annars sko en þú talar að þetta var það skandal þetta var það slæmt sko að keisari Austurríkis bróðir Marie Antoinette hann blandaði sér í málin líka og var að leiðbeina ég gleymi þessu alltaf mái sínum en hann var ekki már hans er hann Svili? Nei, hann er már, ég held það þannig að hann var allan að leiðbeina Lúðvíki 16. þá mái sínum í í því hvernig þetta bera sig að og sem segir í myndinu mér skilst að þú sett mikil áhuga maður Lása sko þegar lykillinn er aðeins svo stór fyrir skráagatti eða eitthvað líka það verður mikið líka svona velt fyrir sér hvað hafi verið vandamál þarna en það allan var vandamál þannig að þetta tók dálítið tíma en það er líka, en síðan er líka sko þau voru svo gjör ólík það var þess að fyndi sko Marie Antoinette eða Marie Antonia eða hvað hún hét hún var nú víst hálflæst þegar við giftust og þau þarna við hirðina í Vínaborg voru víst óttalega filistegar sérstaklega samanborið þá við Versali filistegar? Já, svona menningarsnauð ómentuð já. Þannig að það líka var svolítið svona mismatch, þau áttu voða lítið sameiginlegt og það sem hún hafði sérstaklega áhuga á reyndar var ópera, hafði mikinn áhuga á óperu Lúðvík 16. alveg fyrirleita óperuna og hafði engan áhuga á óperu þannig að það tók dálítið langan tíma tók í raun og veru mörg ár fyrir þau að hægt og rólega kannski að vaksa saman ef maður orðar að sem svo það sem samt áhugavert að þrátt fyrir þetta að byrjað svona brösulega komið þarna úr ólíkum heimum hafa ólík áhuga mál að þá tókst þeim með árunum að vaksa saman og það tók þetta varðirinn mjög gott hjónaband því þau urður unnvörulega ástfangin á hvort öðru með 10 tíma og var mikill kærleikur á milli þeirra og hún var mjög umhugaðum og til dæmis er það er aðdáunarvert að hann tók sér enga hjákonu sem okkur finnst nú svo sem sjálfsagt í dag maður ekki að vera með hjákonur en á hans tíma var það aftur á móti alveg sjálfsagt að konungurinn væri með hjákonu en þetta var óvinsælt hjónaband hjá alþýðunni í Frakklandi og hún var mjög óvinsæl náttúrulega auðvitað á tímum byltingarinnar þegar að því hún var náttúrulega fræg fyrir þessa gríðarlegu eyðslu sína í föt og kökur og veislur og partí og hún var svona tákmynd fyrir þessa efnahagsörðuleika sem að ríkið lendi síðan í og svo náttúrulega hefur hún haft þessa mynd á sér fyrir að vera svona gríðarlega yfirborðskennd og heimsk en ég nefnilega var að horfa á YouTube mjög áhugaverðan fyrirlestur með sagfræðingi sem heitir Ronald Schechter þar sem hann var að taka fyrir þessa einhverja nýlega rannsókn sem hann hefði verið að gera á henni sko og inntakið í þeim fyrirlestri var að sko þrátt fyrir það að hún hafi verið svona yfirborðskennd og hafi haft mikið áhuga á fötum og tísku og þá hafi hún verið mjög gáfuð og greind og mjög vel lesin og þessi rannsókn sem að þessi sagfræðingur hafði gert við einhvern háskóla í Bandaríkjunum menn getur flettis upp gekk út á það að skoða bækur sem að hún átti í bókasafninu sínu og skoða bækur sem að hún las í sínu námi
og hann hafði komist held í heimavinnun hennar líka og eitthvað svoleiðis og niðurstaðan var að miða við unglingsstelpu á aldrinum sko 12, 13, 14 ára þá var hún að lesa mjög þungar og fræðilega bækur og það var vist þannig sko að þetta var hluti af svona diplomatískri strategíu hjá austurrísku hún var ekki orðin keisarinja þarna, hún var nú hertogeinja móður hennar sem að sendi hana í þetta hjónaband var að eignast mikið af börnum og gifta þau burt og mennta þau upp og hugmyndin var að velmentuð prinsessa getur haft áhrif á kóngin og kannski sérstaklega þessu tilfelli þegar að vera gifta inn í svona mikilvægan bandalags aðila sem að Frakkland átti að vera og á báða bóga Frakklandi sem ég sagði að Frakkland og Austurríki voru þessir hefðbundnu óvinir þeir höfðu náttúrulega barist þannig 30 ára stríðinu og þeir voru svona þessi svona andstæðingur á meginlandinu sem að Frakkar stóðu gegn og það var auðvitað líka þess vegna sem hún var svona óvinsæl hjá þjóðinni sko en hún sko þegar hún 12-13 ára þú veist þá talar hún líka mörg tungumál eins og hann og það nú talað um að hún hafi nú ekki alveg verið orðin reiprennandi í frönsku en hún var þá allan búin að læra eitthvað á frönsku og hún kom og svona og þessi sagnfræðingur sem ég nefndi á hann hefur líka stúderað sko bréfin sem að kennarinn hennar var að senda til móðurinnar sko það sem var að segja frá sko og alltaf vera að segja frá sko hvað bækur hún var að lesa og tala um hversu góðu námsmaður hún og hvernig gengur vel í þessu námi og allt þetta sko svo náttúrulega þetta var hún líka þess að þú sagðir að mikið náttúrulega óperu, hún var náttúrulega líka mikið listakona, hún náttúrulega söng og spilaði á sembal og svo framvegis sko, mikið náttúrulega þessu öll saman þannig að það er áhugavert, en það er spurning í þessari bók sem ég var að lesa þegar ég var að kalla keisarafjölskylduna Vínaborg Filistega, það er spurning hvort það sé þá einhverju gamlir fordómar eða hvort að það hafi kannski verið líka bara þau svo sír sem kannski versalir leit á hirðir annar staðar ég get alveg trúið því líka en til dæmis, það var nefnt hún María Teresa móðir Maríu Antoinette hún til dæmis kunni ekki að metta Mozart og fannst það algjört rusl hann notaði það sér auk fyrir því að þau hefur verið Filistegar en það er auðvitað afstætt en það sést líka bara það að sé sko til heimildir heimalærdum og svona því ég var einmitt að lesa líka svipað fyrir Lúðvík 16. einmitt sem menn hafa komist í sko einhver leksjur eftir hann og heimavinnu og svona það er mjög áhverð að það sé til einmitt það er einhvern veginn ómetanleg söguleg heimild Já, og í þessari rannsókn sko, svo var að fara yfir bækurna sem hún átti í bókasafninu sko, og talaði hún átti sko 10.000 bækur í sínu bókasafni en ég menna auðvitað er það nú náttúrulega mikið af bókum auðvitað sem að menn kaupa nú bara til skrauts og svona sko en á búið að fara yfir alls konar katalóga og skjalaheimildir þessi bókasöfn hennar, bæði það sem hún átti í versölum og það sem hún átti síðan í sínu litla afdreipi sem að var lítil höll á lóðinni sem að hann gaf henni sem að hét Le Petit Trianon eða eitthvað líka þar vorum með einhver með bækur í sínu bókasafni og meðal annars svo kallega leyni bókasafn sem að var með mikið af svona bönnuðum bókum meðal annars sko bækur sem að voru að gaggrina kerfið mikið af svona eins og maður ímynda sér hana littur út úr á þessum tíma sem að maður einhvern veginn finnst svo típist fyrir þú veist þetta andrumsloftarni í upplýsingunni og þessum kaffihúsum í París og svona þessi svona antiklerikismi skiluru og svona vera að gera grín að prestum og vera að gera grín að þú veist aðalsmönnum og mikið að skáldsögum og svona sem að sýnir þú veist aðalsmenn ekkert endilega í neitt rosalega jákvæðu ljósi og svona en það voru það víst þarna alveg þú svona talaði að það verið meðal annars svona jafnvel svona proto-feminísk ritt, proto-socialísk ritt þarna en pointið ekkert endilega að segja að hún hafi verið einhver uppreisnarsækur eða eitthvað en að hún hafi allavega haft einhvern áhuga á bókmenntum og því sem var í gangi
Já. og meiri segja eftir að þá búið að handtaka þau og færa þau í stofufangelsi sem að þau voru síðan færið í að þá eiga veist að vera til heimildur bækur sem að hún hafi pantað sér í fangelsið Já. Og meðal annars voru það bækur úr þessu svo kallega leynisafni Já. þannig að Nei, það er áhvert að ég vissi jo að hann hefði lesið mikið, hann hélt skrá yfir alla bækurnar sem hann las á meðan hann var í fangelsinu, hann las ykkur 250 titla já, og þá einmitt segir hann sko, þegar hann var þá að lesa allir hans meira held hvort það hafi ekki Voltaire og Rousseau og þessar hugmyndir sko, þá á hann einmitt að hafa sagt sko, hérna eru mennirnir sem hvernig orðan eru, þú veist, upptökin að falli mínu eða eitthvað slíkur sko, þá einmitt bentan á þessar hugmyndir sko, og hérna er rót vandans, þess vegna er ég þar sem ég er núna. nefnitt og þessi segir mér að getur vel verið að þú veist þetta að vera þarna bara eitthvað sjó eða bara upp á fönnið skilur, ég veit það ekki. Nei, menn geta kynnt sér þetta. Já, en ég get alveg trúið að hún hafi verið að kynna sér eitthvað svona bókmyndum, þannig að var voru mikið í tísku sko, allt þetta bókmyndir og svona fræðilegt efni, þetta til dæmis sko Diderot var auðvitað þessum tíma að rítstýra þarna encyclopedia hvernig sem var að bera fram byrjar við að þetta allavega alfræðiritröðinni sem var svo vinsæl og sko þar einmitt var sko já, voru fram að með beðnir að skrifa greinar og það sapta þarna þekkingu eitt stað og það var oft greinar að skrifa með ákveðinni slagsíðu þetta og reynt svona slá til stjórnarinnar. Þannig að þú veist, þetta var voðalega vinsælt, þetta voru mjög svona sterkir hugmyndaströmmar á þessum tíma. Ég veit. Hörðu, og tala eins vandamálin. Já. Þetta var náttúrulega ríki sem að var á hræðrileið til helvítis. Já, en síðan er það spurningi, var það? Það er klassíska sögurskoðunin sem ég verið vikinn að ég er alltaf verða svona gaggrít núti. Ég verða allir, má ég lesa bara, ég las sem sagt The Oxford Handbook of the Ancien Regime og hún er gefin úr 2012 og í inngangnum Býttu það þessi Tony Pierre eða eitthvað, Perry eða eitthvað Nei, William Doyle er ritstjóri já. En þetta er náttúrulega Oxford Handbook þannig að þú veist það er fullt af fræðimönnum sem skrifa bara hver veit skrifa kabla og þá skrifa ritstjórin hérna í inngangnum og þetta er þá á blaðsíðu 2 í bókinni þá skrifar hann The revolutionaries were committed to a more ordered state introducing rationality and uniformity to national life Hérna sér maður strax fordómana því sko introducing rationality ok hvað er, í fyrsta leið, hvað er rationality hvað er skynsamlegt hvað er skynsamlegra hvernig ætlar að mæla það já. Heldur hann því að fyrirstjórnin hafi verið óskynsamleg Já, þannig sko, er ekki svolítið verið að meina upplýsingamenn voru rosalega uppteknir af þessu rationality og að berjast gegn hindurvitnum og trúnni og þessum gömlu hefðum sem voru þetta mjög ólógiskar, ég meina þetta var náttúrulega en það sem er svo áhugavert nefnilega það er nefnilega búið að sú skoðun er nefnilega orðin úrelt í dag og til dæmis er það til dæmis mjög áhugavert ok, þá er gott dæmi til dæmis þá bara tökum eitthvað konkrétt svo skattekjuna og því voru oft verið haldið fram að skattekjan til dæmis í Frakklandi hafi verið svo sko óskynsamleg og óskilvirk og hún var það Nei, það er nefnilega það sem er áhugavert og til dæmis, og hann má þetta eiga það er mjög góðu kapli í þessari bók þar sem að hann til dæmis bendir á það svo sem skrifaði þá þann kapla að þú berða saman þessu skattheimtu í Bretlandi að þá var skattheimtan í Bretlandi bara litlu skilvirkari plús það síðan að allt sem þetta hatrið og reiðin sem fólst í því að heimta skatt beindist gegn ríkinu í staðin fyrir eins og í Frakklandi það sem beindist gegn sko skattheimtu mönnunum sem voru þá einstaklingar sem fengu þau réttindi þá frá krónunum að innheimta skatt og þá velta hann sig einmitt fyrir þeirri spurningu, þú veist, hefði það borgað sig fyrir ríkisvaldið að setja á kerfi sem þá líkar að breska kerfinu til þess að þjána aðeins meiri pening en líka fá á móti sér allt hatrið sem fylgdi skattekjunni þannig að það er
já, þegar maður byrjar að skoða sko frumheimildirnar, þá það ekkert alveg skýrt og margir halda fram og þá má þetta eiga það Oxford Handbook að mikið að greinunum eru mjög góðar en það einmitt á mikið svona endurskoðunar greinar á meðan þá eru líka aðrir sem halda ennþá þessum gömlu hugmyndum hvað þetta hafa allt verið gjörspilt og óskilvirt og þetta var náttúrulega alveg gjörspilt, það ekki þetta að segja annað. Já, það spurning hvernig þú mælir það og þú veist hvað sko, það var hægt að hugsa sér óréttlátara skattkerfi eins og þarna skilur það sem að þetta var sett upp þannig að sko því fátækari sem þú varst eða því erfiðara sem þú áttir með að borga skatt, því meiri skatt áttir að borga og því auðveldara sem þú áttir með að borga skatt, því minni skatt áttir að borga. Já, en það var ekki alveg svo. Þú veist, aðallinn var með skattafríðindi, skilur við. Já, en skattekjan var samt mikið flóknar svo því til dæmis aðallinn var opin stétt. Hver sem gat orðið aðalsmaður. Algjörlega. Og það til dæmis það mjög áhvert. Ég hafði alltaf haft þá ímyndað að aðallinn hefði verið einhvern veginn alveg gjörsamlega lokað og ómögulegt að verða aðalsmaður, en það var alfarið opið. Herru, þetta mjög mikilvægur punktur. Það eru lögstéttirnar, ancien regime var lögstéttarsamfélag sem þýðir að þú tilheyrir einhverju svona lögstétt sem að þú getur þá, eins og þú segir, fært þig upp úr eða niður úr og svo framvegis. Og það að vera í einhverju stétt sko þýtti, það er ekki svo í dag að þú veist, já ég er í lágstétt að því er þessum tekjuhópi eða eitthvað og heldur hafði þetta bein áþreifanleg réttind og skyldur að vera í einhverju lögstétt og þetta þetta rætur sína að rekja til miðalda þar sem að við erum með eins og þú hefur nú nefnt hérna áður þeir sem biðja, þeir sem slást og þeir sem vinna þessi gamla miðalda hugmynd. Hver, var það Ágústínus? Nei, hvaðan kemur svo hugmynd aftur? Ég man þú varst að tala með þetta ekkert í hlaðvarpinu. Gerði alveg trú að þetta komi kannski frá Ágústínus, en þetta allavega, þú veist, ármiðaldir. Þetta mjög gömul hugmynd. Einmitt. Og upp á þessu sprettur lögstéttakerfið, þess að þú ert með svona píramíta, þú ert með 3 stéttir, þú ert með fyrstu stéttina sem eru kirkjunarmenn, það eru þá þeir sem biðja, síðan ertu með aðra stéttina sem aðallinn, þeir sem berjast, þó svo þeir hafi verið hættir að berjast á þessum tíma náttúrulega notabene, voru orðið svona punt aðall, dansaðall. Já, dansaðall. Og svo þeir sem vinna, sem var þá öll þriðastéttin, en þriðastéttin var náttúrulega mjög, og allar þessar stéttir þetta voru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur. Sko, þriðastéttin var sko cirka 95% af þjóðinni, eða stundum það talað stundum 98% af þjóðinni. Ég sé hérna, það sá ég hérna 0,5% kirkjan, 1,5% aðall, 98% þriðastéttin. Þriðastéttin stóð saman af bændum og fátæku fólki auðvitað, mikið af frjálsum bændum og hérna líka leiguliðum, en þú ert auðvitað líka með þessum hópi verkamenn, ófaglæriðir og faglæriðir verkamenn, iðnaðarmenn, þú ert með þetta fólk sem í borgunum, eru þjónustu fólki og aðalsfólki og svo framvís, að þetta var byrjað þarna náttúrulega iðnaður, einhver framleiðsla líka, og síðan ertu auðvitað með stóran hluta af þriðjustéttinni sem eru burgersarnir, eða borgarastéttin, og þetta auðvitað eitthvað sem að náttúrulega í marxískri söguskoðun sem að náttúrulega franska byltingin náttúrulega mjög mikilvæg fyrir þú veist það hvernig marxistar hafa litið á sögun og svona, þá þetta hafa til dæmis verið alls konar kenningar um hvernig franska byltingin kom til út frá þessum stéttaperspektíf, þetta var bylting burgeisana og svo framvegis, en við vitum það auðvitað líka að eins og þú segir, þetta var fljótandi, borgarar voru auðvitað mikið að sækjast eftir að komast inn í aðalstéttina og síðan voru auðvitað líka stór hluti aðalsmanna sem áttu og ráku framleiðslu tæki líka alveg svo borgarastéttin, en borgarastéttin náttúrulega er þetta fólk sem á kaffihúsunum, það þetta fólk sem í upplýsingunni, það þetta fólk sem á fyrirtækin, en það eru líka auðvitað læknar og lögfræðingar og fræðimenn, þú veist kaupsýslumenn, kaupmenn og svo framvegis,
síðan ertu með aðalinn og það sko náttúrulega hópur sem við vorum að tala áðan búin að breyta svolítið hlutverk frá því að vera þessi hernaðar aðall með ykkur alvöru völd og orðin svona meira svona eigna aðall en það sem fylgdi því að vera í þessari stétt var að hafa skattfríðindi eða skatta undanþágur og kannski var það hluti af þessum samningi konungsvalds og aðals að þeir sluppu við að borga skatta, þetta voru náttúrulega borga eitthvað til ríkisins, skilurðu en ekki nærri því þú veist, jafn mikið og þeir ættu að borga með við það sem okkur finnst í dag vera réttlát skipting eða réttlát skattbyrði. Já. Kirkjan síðan var að borga engan skatt en þau voru með kerfið það sem að kirkjan gaf á einu svona ári þá gaf hún gjöf til ríkisins sem var náttúrulega einhver peningur sem var ákveð á hverju ári sko og svo gat kirkjan enda líka og aðallinn náttúrulega lánað krúnunni og það var náttúrulega þetta hluti af því sem að átti síðan eftir að fella krúnuna þessa miklu vaxtagreiðslu sem krúnun átti eftir að borga að kirkjan gat fengið lána hagstæðan vöxtum og svo framvegis til þess að lána áfram og svo framvegis. Og svo hélt kirkjan líka úti allavega þjónustu við almenning sem segja þá eitthvað sem í okkar samtíma ríkisvaldi sérum. Já, og síðan var líka við minnum eitthvað 5 ára skattur líka sem eða gjöf sem gáfu en síðan líka að þetta var allt svo fljótandi hver tilheyrir hvað stétt og þá sumir sakfræðingar sem haldaði fram að þetta bourgeoisie hugtak sé merkingarlaust og ónótæft því það engin sem heldur skilgreint hvað það í raun og veru, hver var borgari hvað þýðir það og Jú, það voru þetta fólk sem ég var að nefna áðan. Nei, en hvað var það, endilega sameiginlegt, af hverju Jú, því það sko well-off fólk, skilur, það fólk sem í góðum vinnum, það velmenta fólk, það læst fólk, það fólk sem að rekur jafnvel verksmiður eða á eitthvað, skilur, en ekki hluti af þessari aðalstétt og þar að leiðandi ekki með lögbundin réttind og skyldur sem fylgja því að vera í aðalstétt. Síðan eins og þú sagðir þá náttúrulega var mikið af rensli úr þriðjustéttinni yfir í aðra stéttina þar sem að fyrrverandi burgeisar verða nobility, verða aðalsmenn með því að kaupa sér embætti, til dæmis konungsvaldi var að selja embætti og því fylgdu þá til dæmis eftir einhverja kynslóðir titill sem gerði verkum og þú varst komin inn í þennan hóp aðalsmanna og sleppti þá við að borga skatta, en það var það náttúrulega þá gulrótin, skilur, þú ert að reka fyrirtæki og þú þarft að borga ógeðslega mikla skatta, þá sjálfsögur reynir þú að gera eitthvað til þess að þú getur fengið eitthvað embætti og ert alltaf komið með eitthvað titil og ert að orðin aðalsmaður og þú bara sleppur að borga skatta, það er mjög góð díl, sko. Já, en það var svolítið ekki þannig að slástu að borga skatta, því síðan voru reglunar flóknar svo þar að þessi talje eða hvað hitt, hvernig það borður fram. Ákveðin aðalsmenn þurftu líka að borga þann skatt, þannig að það en það sem en það því það í raun og veru þetta borgara hugtak, því þá í raun og veru allir hinnir. Þá maður spurt sig, hvað merkingu hefur hugtakið þá? Þú ert á með fyrstu stéttina sem klerkarnir. Það þýðir ekkert allir hinnir, þú ert með hlut af þriðju stéttinni sem ekki borgarar, svo til dæmis bændur eða verkamenn. En þú varst að segja að þriðja stéttin var jú fyrst og fremst þeir sem ekki væru þá aðalsmenn, og klerkarnir eru það ekki heldur. Þeir tilheyra fyrstu stéttinni, þeir eru með sín eigin. En sko klerkastéttin líka mjög fjölbreytt, hún var með þú varst með skiluru biskupa og erkibiskupa, svona fat cats sem sátu á sinni tíund, skilur, og síðan varstu með presta og eitthvað svona fólk út í sveitunum sem að kannski kom úr þriðjustéttinni, skilur, og aðalsmenn og erkibiskupunir og þeir komu úr aðalstéttinni. Já, þeir geru það og einst líka þú varst með hann aðalsmenn sem voru bláfátækir og sem voru svo fátækir að þegar það þurfti að gera buxurnar þá býður upp í rúmi því það áttu bara eina buxur. En það er allmest svo deiling lands, sko. Kirkjan átti 20% lands, aðallinn átti 10% lands, þriðastéttin átti í rauninni 70% lands, en þar helmingurinn í eigu sjálfseignabænda og hinn helmingurinn í eigu borgara stéttarinnar.
því þeir áttu alveg þetta hellings áttu mikið af eignum þetta og þetta var alveg ríkt fólk líka. En þá spurningin, hver tilgangur með að tala einhverja borgara og þetta hugtak þegar það í raun og veru það segir ekki neitt, það engin sem við náðu skilgreina það nákvæmlega. Jú, þetta snýst ekki tekjur og innkoma eignir. Þú getur alveg með ríka borgara sem eru miklu ríkara heldur en aðalsmennir. Þetta snýst ekki peninga, þetta snýst status og að vera hluti af þessari stjórn sem hefur ákveðna réttindi og skildur sko. En það sem er verið að tala í bókinni hérna í The Oxford Handbook, það allir með setja sagfræðingunum sem heldur í fram að þetta hugtak sé bara algjör þvættingur í dag, því það hefur engum tekist að skilgreina það nákvæmlega og hann segir það sé gjörsamlega úrelt. Okay. Ég hef aldrei séð nákvæmlega hvað almennilega skilgreining á þessu búrsvæ hugtaki þegar allir marxistískir sagfræðingar er að ræða þessar hugmyndir í öðrum samfélögum. Því það, mín tilkynning mín upplifun að það í raun og veru allt einhvern veginn svona hugtök sem þvingað á upp á eitthvað. Þess að reyna svo sem að skilja betur hlutina en síðan þegar á hólminu komið svo fljótandi og óskýrt að það spurning hversu mikið það raun og veru hjálpar. Það er síðan líka spurning, upplifið þetta fólk sé einhvern veginn sem einhver borgara. Það líka spurning. Já, það veit ég ekki. Jú, ég býst nú við því. Og síðan, hvað á lækninni líka sameiginlegt með, að því síðan það þannig, eins og alltaf tala þetta í stéttaþinginu, það þetta þrjár stéttir, jú, það klerkarnir, það aðalsmennirnir og allir hinnir. Og síðan hverjir voru þá mögulega allir hinnir, jú, það voru læknar og lögfræðingar og hvað þannig, en þá stór hluti til þess að bændum og slíkt ekki hluti af því. Jú. Af því þeir voru ekki með þessi forréttindi sem aðallinn hafði. Já, en síðan líka áhvert samt með forréttindin að menn borguðu allavega skatta vegna þess að það voru allavega erfðamál sem komið inn í þetta og ég verður ekki það. Ég las þetta ekki nákvæmlega því mér fannst þetta svo óspennandi en ég veit allavega að það mikil umræða allavega. Já, það örugglega algjörlega og eins og ég sagði áðan þá náttúrulega þessi stjætta umræða eitthvað sem hefur verið mjög dóminerandi á 20. öld með marxismannum og þessari materialistísku félagssögu og allt þetta sko, þannig að eins og hérna segir hún Sara Massa þá þegar hún að skrifa kafla bourgeoisie þá segir hún að in old regime France people frequently use the words bourgeois the bourgeoisie but what they meant by them was very different from the meaning historians later assigned to those terms. Og síðan tala hvernig sagfræðingar eru fyrst og fremst með einhver marxíska skoðun sem passar ekki þá við samtíman. En síðan líka, og ég held kannski að mikilvægasta í því sem þú ert búin að tala núna, hvernig hlutinni voru eða hvernig fólk upplifði hlutina tveir gjörólíkir hlutir þar sem upplifunni skiptir miklu meira máli. Og það sem ég held að hafa verið að gerast með þá suma sagfræðinga þá sem hafa verið að endurskoða svo hluti þeir hafa verið að kafa meira í þá eitthvað gömul yfirlit yfir skatttekjur og lögureglur og séð að það voru svo sem hlutinni voru kannski flóknar en hefur verið dregið upp en ég held að það hafi ekki breyst að upplifun fólks var að þarna var mjög ósanngjarnt kerfi þar sem að þú varst með einmitt svona aðal sem komst voðalega létt frá hlutunum ýmsu leyti og það magnaðist náttúrulega sérstaklega upp síðan í náttúrulega frönsku byltingunni og hlutaði af hverju byltingin varð eins og hún varð og ennfremur, það var landlægt í Fraklandi líka, hatur á prestum og kirkjunni og slíkt og það hefur líka mótað söguna allt til okkar tíma. Eins og bara til dæmis þegar ég var að lesa vitna í innganginn þar sem hann að tala þetta með skynsemun og upplýsingun og allt þetta, bara þetta á hugtæklinans upplýsingin, jú, þá þýðir þá að það sem var undan ekki var upplýst, en við erum upplýst, við erum betri. Og þá var maður strax komin með ákveðna vinkla og farin að hafa áhrif og farin að búa til einhverja narratífu sem hendar manni sjálfu. Og til dæmis, við getum spurt okkur, jú, við þurfum að taka auðvitað byltingunum fyrir setna, en til að setja aðeins í samhengi, það dói 17.000 manns bara í blóðsúthellingunum rétt í kjölfar byltingarinnar og the terror sem var eftir það, þá getum við spurt hversu mikið skynsemi var það, þurfti svona margir að fara í gíótínið.
Já, menn þetta náttúrulega bara alveg svo að segja skilur málstæður kommunista eða bolsjevika, þú veist, á blaði var alveg hljómaði vel skilur, ég meina svo dó fólk í byltingunni og það leiddi af sér byltingin í öll börnin sín og allt þetta sko. Já, en sko þú getur alveg, mennið alveg geta séð fyrir sér þó það sé líka hluti af umræðin frönsku byltinguna að þú veist, það hefði geta farið þannig að þetta hefði þróast út í stjórnarskrarbundið konungsríki þar sem að 70 manns hefði ekki átt að deyja, þurft að deyja alveg svo rússneska byltingin hefði geta þróast líka út í stjórnarskrarbundið keisaradæmi sko. Þannig að þú veist, það sem gerist í byltingun að hún fer úr böndunum í báðum. Og af hverju gerur hún það? Og það sem svo áhört vegna þess að ég held að sé bara ein bylting sem ekki hefur farið úr böndunum, þá bandarska frelsisbyltingin sem var ekki félagsleg bylting. Já, og það er nefnilega það hlýtur eitthvað ástæði fyrir því, af hverju fór hún ekki úr böndunum. En þess vegna það nefnilega svo áhugavert að þegar menn alltaf tala með svo rosalega sko, skynsemisrök og upplýsing og alltaf að vera svo glæsilegt og flott og einhver útópiskar hugsanir, að það sem er svo áhugavert að allar slíkar byltingar enda alltaf á sama hátt. Og við erum alltaf verðum að hafa í huga að þetta hérna, fall Lúðvík 16 átti eftir að enda með því að 37 milljónir manna yfir alla Evrópu voru drepnar. Og þá hvernig að spurði svona, hvað skynsemin í því öllu? Ég átti nú sögukennar í menntaskólanum sem sagði allt vald sem tekið með valdi verður ekki haldið nema með valdi og svo framvegis. Byltingin í þetta böndin sín. Þetta var allavega mikið af hugmyndum sem voru í gangi þarna og þessi svokallega borgarastétt ef við höldum okkur þá bara aðeins við það hugtak sem er nú svona svolítið established hugtak þó svo að það sé greinilega hægt að efast það líka. Hún var að vaksa mjög fljótt á þessum tíma, mjög hratt og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að þú veist allar þessar hugmyndir eru að dreifast og svona því þú veist að fá öfluga stétt menntara manna skilur læst og þessar hugmyndir voru líka mjög vinsalar hjá klerkastéttinu og aðlinum. Einmitt. Og aðallin er líka fjölbreytt fyrirbrigði og það auðvitað stétt sem líka breytast vegna þess að það influx af fólki að koma inn í aðalstéttina frá borgarastéttinni, frá þriðja estateinu og mikið af þessum byltingamönnum sem að náttúrulega átti eftir að taka þátt í frönsku byltingunni var úr þeim hópi aðalsmanna sem höfðu komið úr borgarastéttinni og við tölum það áðan að aðalsmenn eru í grunninn þeir sem berjast. Það eru þeir sem að Lúðvík 14. Afvopnaði á 17. öldinni með því að hætta að láta aðalsmenn sjá ríkinu fyrir hermönnum eins og var siður í lénskerfinu. Þegar að þessa gömlu, þú veist, lénsættir með þessu flottu nöfn, gömlu ættir sem að gátu sagt sko, já við börðumst með konginum á miðöldum skilur það þessi svokallagi gamli aðall en síðan var komið fram á sjónarsviði svokallagur nýr aðall þetta stundur verið kallað á ensku sword nobility og rope nobility að rope nobility þessi nýja aðall það eru þá borgarar sem eru búin að kaupa sig inn í aðallstéttina og það þá kannski ríkt fólk og kannski jafnvel á meiri peningi sem tilfellum heldur en þessi sverð aðall síðan ertu með toppin á þessu öllu saman sem þú veist 1% eða hvað maður segja 0,1% algjörlega ríkasta fólki sem bæði þá ríkt fólk eigna mikið fólk, mikli landeigundur og gamlar merkilegar ættir það eru dúkkurnar á versölum skilur það skilur og það líka það sem svo fyndið við það skilur að það þú veist algjörlega 0,1% skilur flottasta, ríkasta og voldugasta fólki í landinu sem að horfa á konungin borða og klæða og svo frá við skilur Já, frekar fyndið en síðan náttúrulega það sem áhvert með svona alsættir náttúrulega degi alltaf úttækt og rólega eða megnir til það sára fáar fjölskyldur sem hann náða að halda út í mörg hundruð ár þannig að þessi náttúrulega alltaf ákveðin hreyfing á þessu en ekki það alveg rétt hjá þér að ef það með náttúrulega gamalt og flott nafn og mikla landaregnir og svona og náttúrulega gastu verið að fjölskyldu eða ætt sem var vell auðu og valdamikil Mitt. En
Mér langaði að segja þessi tengslu við sko að þú varst að segja með fjármál, ríkisfjármálinu og ástæðan á bakvið alltaf þessa með byltingunum alltaf svo greiðlega stór hluti af þessari byltingu var að ríkisfjármálum voru í svo miklum ólestri hjá þeim að við vorum að tala um ameríska frelsistríði. Já, það alltaf hangir mjög sama við þetta. Þeir höfðu ekkert efna á þessu, frakkarnir, og þeir sáu svolítið fyrir sér að sko voru ekki þannig að þeir voru bæði að borga pening til Bandaríkjamann og svona líka bara með beinum beinni hernaðaraðstoð og þetta kostaði rosalega mikið og frakkar þurftu að taka lán eða konungurinn sem að reka herinn þeir þurftu að taka lán og það var ekki svo í Englandi þar sem að Bretarnir voru konum með Seðlabankan, Bank of England sem að konungurinn gat tekið hagstæða lán og svo framvegis. Það var öðruvísi kerfana, þeir voru að taka lán og óhagstæðum vöxtum og svo framvegis. En það hefði líka sama með að í Bretlandi náttúrulega höfðu þeir líka þingið á bakvísi og þingið veitti þessum lánum sem miklu löggildingu. Að því sko konungurinn var eitt en breska þingi gæti ekki voru gjaldþrota. Það var allt samfélagi sem var þar á bakvið á meðan að í Frakklandi varst ekki með sambærilegt þing þannig að það var það meira tengt bara krúnunni. Það var hlutaði okkur að fengu lélegari lán og já, af hverju þetta var aðeins flóknara fjármagnastríð í Frakklandi. Já, þetta athyglisvert að við erum náttúrulega með þetta enska orð parlament sem náttúrulega tengt franska orðinu parlament sem var auðvitað líka það var svona þessi vettvangur aðalsmanna parlamentin í Frakklandi og stærsta parlamenti var parlamenti í París og það var oft þessi togstreita milli konungs og aðalsmanna á þeim vettvangi. Þetta var þetta þingið sem að hafði ekki löggjafavald, þeir voru þetta var dómstóll og síðan áttu þeir að skrifa undir lög og það var alltaf þessi svo fyndi að það sé akkurat öfugt í dag þá semur þingi lögin og konungunni skrifar undir þarna var það öfugt sko, konungunni samti lögin og þingið stíflaði það sko. Já. Og þarna allavega mikla skuldir og það auðvitað frægt alltaf talað það í þessu að hvort það var 1780 eða á 9. áratugnum rétt fyrir byltinguna þá eru fjármálin komin í svo mikinn ólestur að 50% af útgjöldum frönsku krúnunar eða ríkissjóðs var að fara í greiðslur á lánum og vöxtum hugsa sér og ég með þetta fyrir fram mig 19% í herinn og 6% í Versali og hirðina og 25% í opinbera þjónustu en það auðvitað kemur auðvitað inn í náttúrulega opinber þjónusta á borði ríkisins en náttúrulega allt annað þarna heldur en það í dag og eins og þú nefndir að það náttúrulega kirkjan auðvitað synti þessu hlutverki að miklu leyti auðvitað líka sko og vandamál náttúrulega félst í því að þeir voru að borga of mikið og svo voru að fá of lítið inn vegna þess að skattkerfið var svo óskilvirkt sko sem ég verð að skjóta þeir sem gamla klassíska skýringin en reynist ekki alveg rétt þegar menn byrjar að skoða það betur því að Bretarnir voru ekkert eitthvað mikið minna að sligast undan eigin lánum heldur en frakkarnir máli var að hluta vandamál þarna var að það var búið að taka mikið óhagstæðum lánum vegna þess að konungur var búin að lofa því að setja ekki á nýja skatta og hann var líka búin að lofa því að ekki fara í gjaldþrot og ákveðin ráðherra allir með þessi þetta Necker sem var fjármálaráðherra á tímabili var hvað maður kalla hann var bara lígari og óþveri sem var að halda fram allavega rugli hann geti fengið lán til þess að borga hitt og þetta og ríki geti komist svona ódýrt frá þessu sem síðan reyndist bara ekki verið rétt þegar á hólmi og komið og þegar maður berlið með saman við sko lánagreiðsluna í Frakklandi og í Bretlandi þá voru þeir ekkert eitthvað margfalt verra í Frakklandi heldur var það freka það upplifun í Frakklandi var að það væri að sliga ríkið og væri ekki hægt að meðhöndla lengur og það er það sem maður sér svo oft í sögunni að upplifunin miklu mikilvægur heldur en raunveruleikin þess að bara í Þýskalandi undir nasismánum upplifunin var að Þýskalandi væri að vera tómt búa mikið fleiri þjóðverjar í Þýskalandi í dag og á minna landsvæði heldur en gerði á tímum Hitlers. Þýskaland, það er engin að tala eitthvað Þýskaland sé að verða tómt því það er að fyllast alltaf fólki og það var eins með Frakkland. Nei, það er líka kannski áróður sko, þú getur búið til hugmynd. Nei, það er svona með svo oft, þú veist, það er eitt hvað fólk heldur og eitt annað hvað sem var. Þarna er það líka bara með krónur og auðvars. Já, en Frakkland var ríkt samfélag á þessum tíma en
Jú, að verið náttúrulega geimvænlegu hernaður yfir lengri tíma, þannig að þess vegna voru náttúrulega fjármálin eins slæmóðu voru og síðan náttúrulega var þá lausnin á endanum að kalla til þetta þing sem síðan menn mistu stjórn á. En hvernig þetta að segja það að þú veist, þegar menn sjá fyrir sér fjármálin bara, þetta eru útgjöldin, þetta eru tekjurnar og þetta hallin, þetta bara, þú veist, svona margar, þú veist, 20.000 eða 100.000 í þessum gjaldmiðli sem þau notuðu þessum tíma í mínus á hverju ári. Akkur segir það sé bara upplifun? Vegna þess að það, ef þú berð allavega saman við Bretland, þá voru lánin svipustór. Voru þeir líki svona miklu mínus? Ríkið var í svipuðu mínus. En þar var upplifunin ekki svo sama að þetta myndi leiða til mögulega byltingar og hrun stjórnkerfisins vegna þess að menn höfðu tiltrú allir berska þinginu og löggildinginu sem hafði þar. Það er verst. Það er til dæmis þekkt í félagsfræði, fátækt til dæmis, það er klassísk hugmynd að fátæk leiði til glæpa. Það er einfaldlega rangt. Það sem leiði til glæpa er upplifð fátækt. Þannig að því meiri mismunur er ríkum og fátækum samfélagi og því meira sem hinn fátæku sjá mismunin og upplifa fátæktina, þá aukast glæpirnir. Þannig að þú veist, það getur vel verið að þú eigir bíl og þú átt bíl og hús og mögulega kannski átt síma og eitthvað svona, þá er það meiri glæpir í slíku samfélagi heldur því sem er svo algjörlega fátækara, absolutely fátækara. Skilur hvað við? Og það er eins hérna, upplifun í Frakklandi var þetta var þetta krísa, þetta var stort vandamál, en krísan var ekki af þeirri stærð að það væri ekkert hægt að gera, en upplifunin var slík að þetta væri ekki hægt að höndla þetta og menn yrðu að gera eitthvað og þess vegna var gripið til þess að kalla til þingið. Óttu við kannski svo ríkissjóður sem fer í mikinn mínus eftir COVID-19 til dæmis? Já, til dæmis bara bandaríska ríkið. Bandaríska ríkið er stór skuldugt, alveg stjarnfræðilega skuldugt. Það er enginn að fara að tala um það að bandaríska ríkið sé frá hausinn. Af hverju? Jú, vegna þess að Bandaríkið er náttúrulega með olíudollarinn sinn, Bandaríkin er stærsta hagkerfi í heimi, þeir eru með langstærsta herinn, Bandaríkin er svo gífurlega löggildingu að allir trúa því að þetta sé allt í lagi. En þá getur maður spurt sig af hverju eru upplifunin þá svona, þá hlýtur hún að hafa sína þá það líka að fólk hafi ekki trú á kerfinu, enda þú veist. Já, að hluta til. Og það var kerfið þá ekki að virka eins og það var. Og það er einmitt komin einmitt einn og góðan punkt sem er þá mögulega, þú veist, áróður upplýsingarinnar kerfið. Gagnrýna frá þessum mönnum eins og Diderot og Rousseau og Voltaire og öllum þessum köllum sem er búin að vera að grafa undan kerfinu. Já, og fólk náttúrulega líka upplifir þetta óréttlætið í skattkerfinu að hinna ríkari stéttir séu með skatta undanþágur og þau sé ekki að borga í sinn hlut. En síðan það er líka vandamál, Andri, sinn hlut og síðan er Marie Antoinette að eyða öllu í kökur og allt þetta. Já, og svo kemur þetta, látið þið í þetta kökur sem hún náttúrulega sagði ekki. Nei, en síðan líka þetta, hvað er réttlætt? Það er orð sem er mjög oft kastað fram. Hvað er réttlætt? Hvað er sinn hlutur? Hvað er það? Það er enginn sem hefur svör við því, það er bara tilfinningar hvað hverjum einum finnst í raun og veru. Já, ok. Þá erum við líka aftur komin inn á þetta með upplifununa. Og það líka hangir líka saman að elitan í Frakklandi líka misti kannski einhverja tiltrú á sjálfum sér og að þau getur höndlað þetta. Eins og við sáum með ástæðverði að Sovétríkin leystust upp að miklu leyti var sovéska elitan hafði ekki lengur trú á kerfinu. Það er líka spurning, maður getur veltið fyrir sig hvort það hafi ekki verið eitthvað svipað í Frakklandi, því það er mjög áhugavert. Ef þú horfir bara hagfræðilega á þetta, ef þú berð saman Bretland og Frakkland, þú berð saman skatttekjur, þú berð saman lánin, þú berð saman vextina og allt þetta, að þá sér maður að það var ekki einhver brjálæðslegu munur á þessum tveimur samfélögum. Að England, þetta var mikill baggi fyrir England, en England einhvern veginn tókst að standa í þessu og þá byrjar maður að spyrja sig af hverju. Og þá held ég að besta svarið er að fara út í þessa sálma, sko, hvað upplifið fólk þessa hluti. Já. En alltaf munurinn þá kannski ef við gefum okkur að það sé rétt sem þú segir að ríkisfjármálin hafi verið jafn miklum ólestri í Bretlandi en
Akkur upplifir fólk öðruvísi þá kannski vegna þess að hið pólitíska kerfi og hið félagslega kerfi er kannski réttlátara fyrir megin þorra fólks að því að auðvitað upplifir aðallinn og kirkjan þetta ekki sem óréttlátt en þriðja stéttin upplifir þetta sem óréttlátt og byltingin kemur þaðan og þau voru 95-98% af þjóðinni. Já, en ég ekkert viss með þetta réttlæti þessi orði sem maður myndi vilja nota hérna því það orð svo innihaldslust. En það líka sko ekki bara fjárhagslegt óréttlæti þetta, það líka þú veist að það voru ennþá það voru ennþá lénsskyldur skilur sem að bændur þurfti að greiða til sinna lénsherra skilur, það var korvekerfið aðallinn til dæmis átti einkarétt á þú veist veiði og þú veist fólk mátti ekki veiða dýrin vegna þess að aðallinn átti einkarétt á að veiða þau og svo framvegis og það komu kannski dúfur og voru að spilla uppskerunni en þú máttir ekki skjóta þær vegna þess að aðallinn átti engaleyfi á því að skjóta dúfurnar og svo framvegis eða aðallinn átti dúfurnar eða eitthvað og síðan var verið að refsa fólki fyrir að gera það og svo framvegis þú varst með þessar afgjöld líka til dæmis svo aðallinn átti kannski millu eða eitthvað verkfæri, þú veist, eitthvað bökunar ofni eða eitthvað svona landinu skilur og út af þessum lénsskildum þá þurftur að nota þá að borga afgjöld út af því og þetta upplifir fólk auðvitað sem óréttlátt. Hvaða vinna til lénsherra líka var eitthvað sem var mjög hatað, þú veist, lénsherran gat sagt eða landeigandinn gat sagt skiluru, eru nú að byggja veg hérna eða þá að ryðja þennan skó hérna skiluru og þá þurftu menn að sinna þessari hvaða vinnu skiluru. Það var þetta korvekerfi sem var einmitt afnumið þarna undir Lúðvíki 16. En síðan var þetta líka á hinbóin að þú aðallinn var jú með einhverjar leigutekur til dæmis og þær leigutekur voru til þess fastsettar, þú ert að borga svona mikið. Svo náttúrulega eftir því sem verðbólgan jókst með tímanum þá var það alltaf þessar leigutekur hlutfallslega minni og minni, þannig það komið þriðjustéttin undir góða, þannig þú varst með allan að slíka hluti líka, þú veist, þetta var mikið samþættara og flóknara heldur bara þessi gamla skoðun að það hefði bara verið skattpinningu og hryllingur og óréttlæti. En svo annað þessu líka sem við ekkert nefnt sem að á jafn mikið við í frönsku byltingunni eins og í rússnesku byltingunni og öllum byltingum að svangt fólk er reitt fólk og það var auðvitað uppskerubrestur og það var þessi verðbólga á brauðverði sem að náttúrulega hleypir alls konar hlutum í gang skilurðu. Algjörlega. Og burt séð frá allri hugmyndafræði hvort sem það heitir frjálslyndi eða upplýsing eða kommunismi eða sósíalismi eða marxismi að þá er svangt fólk reitt fólk. Og þar séum maður einmitt líka sko veikleikan í þessu eldra kerfi að Frakkland á þessum tíma var ekki ein hagfræðileg heild. Þú varst með allavega tollamúra og afmörkusvæði og bændur til þess að mjög íhaldsamar og vildu alls ekki senda korn eða matur úr héröðum sínum. Það þrátt fyrir að það væri kannski næg uppsker á einum stað þá var samt hungursneið og hallæri í öðru héraði. Einfaldlega vegna þess að það voru tollamúrar og það voru gömul lög og reglur sem komið vekk fyrir kortaflutninga og síðan líka náttúrulega bara mögulega lélegir vegir eða léleg síki og slíkt. Það er þessi svona systematíska óreiða sem að náttúrulega byltingamennir reyndu að breyta með því að koma á þú veist þessu bara svona tákgrænt dæmi skilur svo metrakerfið og þú veist decimal systemið og allt þetta skilur og einföldun kerfisins þess að þú getur séð kort með mörgum leyerum skilur af mismunandi stjórnsýslu einingum upp á þú veist tollasvæði svæði með mismunandi löggjöf eins og í Suður-Frakklandi varstu með þú veist leifar á rómverskum rétti þú veist germanskan rétt hérna og annar staðar og svo náttúrulega mismunandi trúarsvæði þú kannst vera að borga til mismunandi aðila og svo framvegis og mismunandi reglur sem giltu á öllum þessum mismunandi svæðum sem að gera þetta miklu flóknara og líka gerði kannski aðalsfólkinu sem var kannski betri stöðu til þess að nýta sér kerfi til þess að komast undan hlutum skilurðu, þannig að það kannski kom frekar niður á þeim sem voru í verri stöðu til þess og einmitt þetta með tollana líka það er náttúrulega er mikilvæg hlutur á þessi merkantilisma og þessum miklum tollum á vöru og náttúrulega þessi frægi saltskattur sem allir hötuðu
og var ekki talað að þú veist stundu væri fólk að fara yfir í næsta hér að kaupa hlutina því það var bara allt annað verðlag út af einhverju mismunandi tollum á vörunni. Já, og menn smikluðu líka rosa mikið. Já, og það er ekki stundu talað að smikl og skattsvik hafi verið orðið, já, nauðsynlegt til að komast af í mörgum tilfellum, sko. Og svo náttúrulega þessi, þú nefndir áðan hérna með skattheimtuna sem er kallað einsku tax farming, það getur líka orðið það á íslensku. Það sem að þú ert búin að einkavæða skattheimtuna og þá eru einkaaðilar að taka skattinn og smyrja ofan á til þess að koma út í hagnaði, sem er í rauninni ekkert, ég held að konungsvaldið hafi vel átt að segja á því að það var ekkert sniðugt, en þeir gerðu það í rauninni bara út af því að konungsvaldið var óveikt til þess að sinna þessari skattheimtu sjálf. Já, en þeir spöruðu sér líka á því, þá þurftur ekki að byggja upp skattkerfi sem þú þurfti þá að nota hluta af skattheimtunni til þess að fjármagna. Já. Og svo líka heldur þá, það sem líka svo áhört með skattheimtu, okkur við svo sjálfsagt að borga skatt í dag, en það er fátt sem hefur jafn hatað í mannkynssögunni og borga skatt. Þannig að til dæmis konungurinn þá komst léttar frá skattheimtunum með því að skattheimtu mennirni voru hataðir og ekki ríkisvaldið og konungurinn, sem var mikilvægur munur. Þannig þú veist, það var ekki bara slæmt, en jú, það er það gjörspilt kerfi ef við berum það saman við sko nútíma standard að þú selur bara hæstbjóðanda réttinn til þess að innheimta skatt á einhverju svæði, en síðan er samt líka þannig að meira sá sem var búin að kaupa þessi réttindi, hann gat ekki innheimt hvaða skatt sem var, því ef hann gerði það þá var hann fljótt drepinn. Þannig að menn verður líka að passa sig og skattmenn voru mjög oft drepnir. Þannig að þú veist, þetta var ekki bara hryllingur, þú veist, það er alltaf einhver svona checks and balances. Alveg sama hvað okkur finnst kerfið vera fáránlegt þegar við dæmum það út frá okkar gildum. Og nú er ég ekki að fara að verja þetta gamla kerfi. Það hljómar örugglega þannig ég sé mjög búin að vera að verja þetta gamla kerfi, en það sé meira að benda á að þú veist, það var flóknara og það er meiri hliðar á því heldur en svona klassísk söguskoðun hefur haldið fram. Og það er þannig eiginlega með allt. Nákvæmlega. Það er góða punktur og ég held að það sé alveg rétt að maður á alltaf að hafa gagnrýna sín á allt, og það eru sjálfsögðu mikil fjölbreytni í sagnarreitunum þetta eins og annað. Einmitt. Ég sá nú einhvern sem talaði að hvernig var þetta sko, þú veist, þetta er út með þessar 3 stéttir og sagan er svolítið svona samgangur þessara 3 stétta, eða hvað ég segja, barátta eða dialektík á milli þessara stétta, hver stjórnar, og þú veist, á miðöldum þá ertu með skilur kirkjuna og aðalsmenn sem að stjórna einhvern veginn, eða ef við segjum 4 þá með konungsvaldinu. Og svo þú veist gera þau bandalag með hvort öðru skilur, stundum með kirkjan í bandalagi við 3. stéttina sko. Og svo það sem gerist á einveldistímanum að þá gerir konungsvaldi bandalag við 3. stéttina gegn aðlinum, og það er svo til dæmis þessi hugmynd sem við talaðum til dæmis með hann Nikulás keisaramanstu, það sem að bændurnir og almúgin skiluru var ekkert neikvætt við keisaran í garð keisaran skilur, þau voru neikvætt í garð aðalsmannan, það voru þeir svo voru vondukallanir skilur, og með keisarin eða konungurinn, hann er þú veist þessi náðu og góði skilur verndari. Og það er alltaf þetta svona þessi, þú veist, konungurinn er alltaf allavega í svona hugmyndafræðinni skilur, að verja almúgan gegn þú veist þessum aðalsmönnum, en síðan í frönsku byltingunni þá er það skilur 3. stéttin sem tekur völdin frá þá konunginum og aðlinum. Já, en síðan líka áhugavert í svo að maður er líka svona ekki ofmeta samt völd þessara manna líka, því það sem maður sér líka, veist, að hvað er raun og veru gætt konungurinn gert eða aðallin, þegar þeir ætla að setja okkur nýja skatta í ykkur smáþorpi í, hvað að segja, Bretaníu skaga. Að sko, það er oft mikill munur á því sem var í orði og því sem var á borði, og það finnst mér alveg sérstakt þegar maður byrjar að kafa í stjórnarfyrirkomulagi þá einmitt á þessu tímabili, að það var svo mikið af miðalda hefðum sem í raun og veru vörðu 3. stéttina þá. Því 3. þá gömul, já, 3. stéttina. Líka aðra stéttina.
Já, það er settina líka, en líka þriðjustéttina, þú kannst ekki setja á hvað Og skatt fyrstu stéttina. Já, og fyrstu stéttina líka. En það einmitt þetta aftur að þessu sem sagðum þetta alveg í byrjunum með einveldi sko. Þú veist, þú ímyndað hann situr og toppnum og stjórnar öllu eins og Stalin eða Hitler eða eitthvað, en hann gerir það ekki vegna þess að hvert sem hann lítur konungurinn, þá er alltaf einhverjir fornir hagsmunir sem að berjast upp og líf upp til síðasta dropa þess að halda í forréttindi, hvort sem það er kirkjan aðall eða ég svo veit ekki hvað þriðja stéttin hefur þú Jú, þriðja stéttin átti fullt af forréttindum, þú veist, bændur og verslunarmenn og hvað kallar það gild á íslensku? Já, gildi, er það bara gildi? Iðnaðarmenna, já, algjörlega. Allan þessir hópar áttu allavega réttindi og það voru, þú veist, forréttindi að þetta var svona hjá okkur, þú getur ekki sett á hvaða skatta það er. Það er nefnilega svona áhört sem með byltingur þegar hún kom, hún sópaði þessu öllu til hliðar og það var ekki bara til góðs, því fullt af fólki líka misti þá forréttindi eða réttindi og við erum að aðtuga að þegar við erum að tala um frelsi á þessum tíma var allt annað, frelsi voru forréttindi. Forréttindið þín, það var frelsið, þannig að taka forréttindin af ykkurum, til dæmis sjálfsegnar bændum í Burgundar héraði eða hvað það er. Þá var náttúrulega litur menn eitthvað en það, en byltingin var svo mikið bylting, öll þess að sópa til liða, þannig að ríkisvaldið náðu að keyra gegn ennþá meiri stjórn, auka skattheimtuna ennþá meira, auka inngripinni líffólks ennþá meira. En þess vegna það var margt jákvætt við gömlustjórnarnir líka, ef maður reynir að ef maður skoða frumheimildir og reynir svona að reyna að dæma hana aðeins hlutlausara. Áhugavert. Því það er mjög verið að vega að þessu bara eitthvað forréttinda skattpinnings hugmynd sem hefur verið ráðandi og er afsprengi byltingarinnar auðvitað. Byltingin auðvitað svartmála allt eins og hann gat. Eins og hann gerði með Marie Antoinette og gerði með Lúðvík 16. Og það er allir mest áhugavert að Lúðvík 16. að hann, já við erum náttúrulega að fara að koma inn á tíma, en Lúðvík 16. náttúrulega ef við tökum bara stutt svona hvernig hann endaði líf sitt, þá var hann dregið hérna fyrir rétt og dæmdur til dauða. Og það sem er svo kaldaræslegt við byltinguna er að undir þá The Declarations of the Rights of Man and of the Citizen, sem er nú grundvallarrit samþykkt hérna 1789 og fjalla þá grundvallar mannréttindi sem giltu í Frakklandi þessum tíma, þá vísaði Lúðvík 16. í grein 8 þar sem stendur The law should establish only penalties that are strictly and evidently necessary and no one can be punished but under a law established and promulgated before the offense and legally applied. Það þýðir þá að samkvæmt þessu grundvallarriti byltingarinnar þá var ekki hægt að dæma hann til dauða því hann var dæmdur grundvalli laga sem ekki voru til staða þegar hann ríkti sem konungur. Og þarna séum við strax kannski fyrsta fórnarlambi byltingarinnar. Algjörlega, þetta er mjög góða punktur og það menn voru alls ekkert sammála hvað átt að gera við konungin þegar það var búið að taka hann. Nei. Til fanga og voru miklar deilur þetta á meðal byltingamanna og þetta voru þetta margir lögfræðingar skiluru og löglærir menn og þeir voru að reyna að búa til samfélag sem var réttlátt og var byggt á lagabókstaf og svona, þannig að þeir þurftu að finna lagarök til þess að taka konungina lífi og þetta var það náttúrulega svona symbolist að einhvern veginn, sumir sögðu náttúrulega að það þarf bara að taka hana lífi upp á táknræna bara og síðan voru menn með alls konar rök. Þetta er mjög athyglisvert að hann fekk náttúrulega það var réttað yfir honum og hann var með lögfræðinga að verja sig og hann varði sig á endanum, hann fekk ekki lögfræðing til að byrja með. Já, en hann var samt koma endan, var það ekki? Jú, síðan fekk hann að biðja lögfræðing. Og svo náttúrulega varði hann sig þetta sjálfur líka og vísar í að því að 1791 þá er samþykkt fyrsta stjórnarskrá ekki franska lýðveldisins heldur, ný stjórnarskrá fyrir konungsríkið sem að hann samþykir knúinn til að samþykja eða eitthvað svoleiðis skilurðu og síðan gerast þarna atburðir sem við þurfum ekkert að fara í núna hvernig hann til dæmis berst gegn byltingamönnum og annað sem hann gerir sem að þeir síðan ákæra hann fyrir skilurðu, þannig að þegar hann er tekinn fyrir réttin þá er sagt skilurðu þú ert dæmdur fyrir landráð vegna
þessa sem þú gerðir. Og svo svolítið athyglisvert að sjá hvernig hann versi síðan með vísun meðal annars í þessar stjórnarskrá og segir skilur til dæmis, það mín skylda sem konungur að verjast vopnuðum múg sem í rauninu ólögmætur her og þar alveg var ég ekki að brjóta neinn lög heldur var ég bara að verja stjórnarskrá franska konungsríkisins og svo framvegis þannig að það sýnir okkur svolítið líka hvernig karakter hann var að verja sem lagalegum rökum sko. Já, það sé líka umdelt að hann hafi verið sko eitthvað landráðamaður og þessi mögulega flótti hans að hann hafi ætlað að flýja til þess að sækja ykkur stuðning utanlands. Það líka eitthvað sem sagfræðingar í seinni tímum hafa líka verið að svona vega að og virðist vera svolítið svona líka runniðindan rifjum byltingarinnar. Já, það var náttúrulega líka spilað upp í byltingunni skiluru, þeir þurft að drepa hann skiluru, eða þannig. Jú, og það er alveg eins og sagði þér, þegar þú vísar hætti kennarðinn, hvað sagði hann, vald sem tekið með valdi, verður hans varið með valdi. Já. Það er alveg rétt vegna þess að þeir höfðu náttúrulega enga löggildingu og það er náttúrulega hluta því af hverju byltingin síðan fórum svo hún fór. Náttúrulega þarna, þú veist, ákveður þá að byggja þetta. Þú ert ekki lengur með konungin og hefðirnar og venjurnar og allt þetta og síðan að það er svo vinsælt alltaf að vega að hefðunum og venjónum en menn spyrja svo oft ekki til spurninga af hverju eru venjurnar eins og þær eru. Jú, vegna þess að það hefur virkað einhverju leyti. Þú veist, það er ástæða fyrir hlutinir eins og þær eru. Jú, svo er þetta mikilvægt að auðvitað gagnrýna alltaf, hlutin alltaf breytist alltaf eitthvað, en það er líka spurning hversu hratt er að breytast. Og það er líka áhvert á einmitt með Lúðvík 16. Að hann setti sig inn í allar þessar hugmyndir og það sem er líka kannski svona aðdóðanvert við hann er að hann talaði fyrir því að hann fyrirgaf ju öllum þessum mönnum sem dæmdi sig til dauða og hvatti son sinn líka til þess að fyrirgefa þeim og náða alla þá sem áttu hlut í að taka hann á lífi. Já. Og það er líka alveg sérstakt. Einmitt. Þannig að menn hafa mikið verið að endurskoða hans minningu. Ég hef alltaf að sína á hann núna eftir að vera búin að lesa maður meira til hann. Hann var drepinn í janúar 1793 var það ekki sem hann var tekinn að lífi. Já. Og síðan var Marie Antoinette tekinn að lífi tölvöld setna held að ekki verið fyrir í október eða eitthvað líka. Já. En síðan alltaf flash forward byltingin Napoleon tapar og þá er nefnilega komið aftur á Bourbona konung. Var ekki bróður hans sem tók við? Jú. Fyndi hvernig þetta tengist allt líka eins og til dæmis bróðir Marie Antoinette var náttúrulega þessi Frans annar síðasti heilagi rómverski keisarin sem við tölum í síðasta þetta sem að Napoleon eða var til þess að hann afsalaði sig krúnunni. Já. En að lokum Lúðvík 16. Ég held að það sé nú flesti sammála það að hann hafi nú kannski verið svolítið svona rangum maður á röngum tíma. Hann var ekkert sérstaklega slæmur konungur, hann var ekkert sérstaklega góðu konungur, hann var freka bara svona hann örugglega bara svona hefði verið eins og margir þessara konungar sem var bara koma og fóru sko. Já. Og hann var einhvern veginn ekki nógu mikið stórmenni til þess að geta tekist á við þessa miklu áskorun sem að konungsríkið hans stóð frammi fyrir og ef það hefði verið annar maður í brunni þá hefði það kannski farið öðru í því rétt eins og við töluðum með hann Nikolás sem var kannski svolítið svipuð típa kannski mörgu leyti. Ég held að það sé nefnilega með góða punktur hjá þér. Maður har verið til að bjóða mig í viski og spjall. Þið hefum ekki það rætt kortagerð. Já, okkurlega. Og þið hefum ekki það rætt trúmál, það var náttúrulega mjög mikið trúmál. Já, maður mjög trúmaður kallinn. Við hefum ekki það rætt guðfræði. Okkurlega. Það er gott. Heyrðu, ef ekki segja það, við séum að fara að nálgast hér endurlok þessar umræðu. Jú, þetta er komið gott. Ég held að við klárum þessa umræðu síðar, við tökum frönsku byltinguna sérstaklega fyrir held ég. Já. Og þurfum að dreifa því held ég við nokkra þætti, það er líka svona eitt af þessum stórum málum sem að þarf að taka fyrir hér. Við þurfum að gera það ekkert tjón. Það verður heitt þema. Já. Þá segjum við þetta gott í bili kæru hlustendur af Hlaðvarpinu söguskoðun. Við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst fjallhress hér í næsta þætti
Veriði sæl.